Góðir gestir, þetta síðasti viðburðurinn í henni eftir mikla törn hjá höfundum sem hafa þeyst hér fram og tilbaka fjórðunginn síðan á fimmtudag. Og svona í upphafi þá langar við bara að minnast á það að rithöfundalestin, þetta verkefni, svona upplestrarverkefni, nú að stofni til ættað frá henni Sigurdóru á Vopnafirði og sjást 30 ár síðan að það hóf göngu sína og hefur held ég óslitið náð að haldast nema við þurftum aðeins að taka öðruvísi nálgun á það á COVID-árunum mikla 2020. En það ekki síst auðvitað að þakka því að uppbyggingarsjóður Austurlands og sömuleiðis fyrirtæki á svæðinu eru mjög velviljuð þessu verkefni og við höfum á síðustu árum verið síðan að færa okkur yfir í það að leggja meiri áherslu á austfirsku höfundana og við höfum svona verið að blanda þeim með þessum sem við höfum fengið lengra að. En svo í ár náttúrulega sáum við að það eru austfirskir höfundar, hvort sem þeir búa hér í fjórðungnum eða annar staðar, að þeir eru bara orðnir svo öflugir í dag að við þurfum ekkert að vera fáneina svona utanaðkomandi eiginlega. Þannig að við ákváðum það, við sem stöndum að þessari lest sem eru Gunnarsstofnun, Menningarmálanefndin á Vopnafirði og Skaftfell á Seyðisfirði, Menningarstofa Fjarðabyggðar og svo Múlaþing, menningardeildin þar, að við sáum bara já, það bara, nú kýlum við bara á þetta, nú fyllum við bara lestina með austfirskum höfundum. Og við settum svona bjúgum til kjarna sem voru svona með stjörnunum tveimur að sunnan, Benni og Sif og Jónasi Reyni sem svona stórstyrnunum og svo komu svona með þeim tveir lávarðar, Smári Geirsson og Ragnar Ingi. Þetta er svona fjórmenningateymið sem búið að þeysast á alla staðina. Og svo hafa aðrir höfundar verið svona detta inn á stöðunum og hér í dag höfum við nokkuð hluta þeirra en síðan menn eru skáldir eins og aðrir á ferð og flugi út Hvippinn og Hvappinn, þannig að við hefum getað haft mun fleiri hér í dag og ég vil bara taka það fram hér í upphafi að þetta kynja hlutfall sem er kannski hér í lestrinum í dag og hefur verið svona aðeins kannski við lestin í ár að það er bara því að kenna að kvenhöfundarnir að þeir eru svo mikið í ferðalögum núna eitthvað. Þeir bara gáðu ekki færi á sér eða þá gátu bara komið og verið einu sinni eins og Unnu Sveins sem gat bara verið með á Vopnafirði. En það nú, þannig að það eiginlega ekki við okkur að sakast sem skipuleggjum þetta. Þetta ekki svona rokkóttið í Hafnarfirði. En þessu náttúrulega streymt já, þannig að við tökum þetta í svona tveimur hlutum einlega hérna, við höfum stutt hlé á milli og ekki síst vegna þess að Benni og Jónas þau þurfa að burna á flugvöllinn og ná síðdegisvélinni, þannig að í hlénu að þá gæti okkur gefist færi á því að ná að kaupa bækurnar þeirra og fá þau til árita ef áhugi fyrir slíku, við sem eru hér á staðnum. Og síðan þá eftir hléð þá já, eins og ég sagði við þá áðan að það verður þá lávarðardeildin sem verður eftir hlé. En þannig að það verður allavega að lesa hér úr einum 10 bókum af 8 manns held ég rétt með, þannig að það af nógu að taka og því ekki rétt að ég þegi lopan mikið lengur hér í þessu forspjalli, heldur bjóði Benni Sif Ísleifsdóttur sem nú fædd og uppalinn á Eskifirði og kom náttúrulega með látum inn á bókmenntasviðið 2018 með skáldsögunni Grímu og sama ár kom hendur út barnabókin Jólasveinarannsóknin. Svo voru það Hansdætur sem kom 2020, kom hendur 1 eða 2 á milli var það ekki. En hún sló allavega reglulega í gegn og nú Benni komið með eiginlega framhald af sögu stúlkunnar Gratíönu í samnefndinni bók sem forlagið gefur út. Benni, gjörðu vel. Takk fyrir Skúli. Já, eins og hann nefndi þá Gratíana framhald af skáldsögunni Hansdætur og þráðinn hér í seinni hlutanum.
Við skildum þannig við hana í lok Hansdætra að hún kom tilbaka frá Danmörku með brostna drauma og stúlkubarn í farteskinu sem hún gekk í móðurstað. Hafði ekki hjarta í sér til þess að skilja við barnið eins og til stóð. Kannski segi ekki meir en það, ótta við að uppljóstra fyrir þá sem eiga kannski eftir að lesa hana. En hér í byrjun sögu þá hún sem sagt búin að vera þarna í Arnarfirði í Bótarbugt, í lélegu húsnæði, kjallara holu í fjörunni með mömmu sinni og þær afla fjár með svokallari heimabreiðslu, breiða saltfisk heima við hús. Og þau eru þarna 4, Gratíana með stúlkuna sem hún hefur gengið í móðurstað og þarna á 4. ári og Evlalía móðir hennar með Helga son sinn sem yngsta barn hennar. Evlalía á sem sagt 4 börn með 4 mönnum og lífsbaráttan verið hörð. En hún óbuguð, öfugt við Gratíanu sem eiginlega búin að pakka saman öllum draumum sínum og bara þarna í fjörunni hitti varla málaðan mann. En Evlalía svona stjakar henn úr heiðrinu, rekur hana að heiman og ég ætla að grípa hérna niður þar sem hún á þessu ferðalagi sem ekki, sem hún fósast ekki sjálfviljug í. Og ég ætla að byrja. Hérna. Þau halda ferðinni áfram og framandi umhverfið og þverrandi birtan gera hana órólega. Hún hossast aftast í lestinni og hættir að reyna að bera sig vel. Það sér hana enginn. En hún finnur fyrir ömmu sinni. Sögur Mæjummu vakna í hugskoti hennar. Það var í sveitinni, á ferðum milli bæja, sem fólkið í sögunum hennar Mæjummu týndi lífinu, sönsonum eða að minnstakosti tám og fingrum. Og það fór milli bæja af því að það var að flýja harðræði eða sækja hjálp. Hjálp sem barst of seint eða enginn vildi veita. Sveitir landsins geymdu erfiðleika. Harðari lífsbaráttu en í Bótarbugt. Þar eru grafir og dauði, ókunn forlög og stríðandi þjóð, eins og í nýárssálminum. Það komið kvöld og bæði Sigurlaug og Axel hafa litið öxl til að fullvissa Gratíanu að þau séu að verða komin. Það kúrir bær undir hlíð, hinum megin við hraunþekjuna og síðasta spölinn ríða þau mjóan götuslóða. Gratíana rekur lestina en finn samt einhver á eftir sér og líka beggja vegna við sig. Húmdökkir hraundrangar taka á sig skuggamyndir ævintýranna þegar hún lítur til hliðar, en sá eða það sem á eftir henni hefur engan svip og ekkert sköpulag, en hún finnur fyrir því samt. Og það eins og hún heyrir rödd Mæjummu hvísla að það sé eitthvað óhreint á sveimi. Það búið að kveikja, kallar Sigurlaug sem fer fyrir hópnum, en Gratíana sér það ekki, hún umlukin myrkri. Það ríkur, bætir Axel við eftir nokkra stund og þá hafa ægilegar skepnur tekið sér sæti á hestunum milli hans og hennar. Torkennileg hrúöld, hauslausar verur sem berja stokkinn og gefa frá sér undarleg hljóð. Sem ég heiti Mikkalína María, heyrir hún hvíslað að baki sér og loks rennur upp fyrir henni að það ekki þetta óhreina sem hún þarf að vara sig á, heldur þarf hún að vera vakandi gagnvart fyrirbúðum. Man hún ekki hvernig fór í öllum sögunum þar sem viðvaranir voru virtar að vettugi. Og þarna sér hún reykinn. Leið og hún kemur fyrir síðustu bugðuna í hrauninu slær honum niður, slær kröftuglega niður. Hann breiðir eldsnögt úr sér og tekur á sig form. Bólstrandi minna á gráleitt ullarpils sem sveiflast til. Þeir leika loftið, slá sér út frá ljósleitu reykurörinu, sviftast upp frá því eins og pils frá fölleitum kvenmannsfótleikjum. Skýrari verða fyrirbúðarnir ekki. Þetta gangabær. Hún þekkir það af lýsingu Mæjummu. Burstirnar horfa fram á hlaðið og hallar sér sumar að öðrum, nema svo innsta sem nýlegri viðbútt. Stálpaður strákur kemur fram bæjargöngin þegar þau ríða í hlað og skömmu síðar eru þeir orðnir 2. Þeir spretta af hestunum með Axel, taka koffertinn á klökkunum og bera þau inn í stofuna. En annan farangur flytja þeir í smiðjuna eða skemmuna, ysta húsi í þessum ránkala sem þau standa framan við. Stofan innst og þangað þeim boðið, en Sigurlaug ákveðin og afþakkar. Við erum ekki svo tignir gestir að við getum ekki að borða með heimilsfólkinu, segir hún strákana. Þeir hika en hlýða svo, ganga á undan með lampan og slitrótt skíman lýsir upp raka torfhleðsluna,
utan yfir flíkur og einhver amboð sem hanga á sperrum fram með veggjónum. Bæjargöngin eru löng, liggja beint fyrst sinn, en síðan snarsveikt til hægri og ljósklætan sést ekki fyrir horn. Þá finnur hún fyrir því aftur, þessu sem hún þarf að varast, og nú veit hún að það er fyrir aftan hana og hefur bæði svip og sköpulag. Svipurinn er bjartur og sköpulagið fallegt og hún má ekki gefa sig því á vald. Hún stillir sig þessum að líta við, en í beygjunni, þegar aftur gæti bjarmast frá lampanum, lítur hún inn úr göngunum til beggja handa eða gengi inn í bæjarhúsin. Eldhúsið og það sem Sigurlaug kallar Litlabúr standast á og við eldamaskínuna stendur húsfreyjan. Miður sín yfir að þau hafi ekki gengið til beturstofu. Ég tók nú bara ekki annað í mál en að koma til ykkar í borðstofuna, segir Sigurlaug og kjassar mjúkmál inn í skuggsýnt eldhúsið. Þú ert auðvitað við pottunum, ekki spyrja að, og ilmurinn ærir upp í manni sultinn. Elskurnar, gangið inn úr, þið gerið ykkur þetta góðu, svarar húsfreyjan nú myrkrinu og það er mýkra í henni eftir blíðulæti Sigurlaugar. Þetta er stór bær. Sigurlaug bendir inn í myrkrið og nefnir mjólkurhús og kjötbúr áður en þau koma að hurðinni við enda gangana. Henni virðist í mun að fræða gratíönu sem sannarlega hefur aldrei komið í sveit eða í vistarveru sem þessar, en henni finnst hún þekkja það samt. Sögur Mæjumu voru sögur á sveitinni. Þaðan fór hún ekki fyrir en dóttir hennar var senda pressetrinu með fyrsta hansbarnið undir belti. Óskilgetna pressonin Guðbjart. Og svo hélt niðurlægingin áfram í kaupstaðnum, en Mæjama studdi dóttur sína þó hansbörnin héldu áfram að fæðast. Sella, gjöf frá græniðum dönskum skipstjóra sem spilaði svo fallega á fiðluna sína, og Gratíana, helt gratís úr verslun hins danska Manfreds Belsen. Til allra lukku liði Mæjama ekki að sjá fæðingu fjórða hansbarnsins, sem var þó eins nálægt því að vera hjónabandsbarn og nokkurt barn Evlalíu Ásgeirsdóttur hafi verið. Og Evlalía misti trúna á Guð sinn en Mæjama misti trúna á sveitina, pressetrinu sem hún hafi þjónað frá því hún var ekkja ungað árum. Það var kuldasteitingur í minningum hennar, nema því aðeins hún hugsaði nógu langt aftur. Kannski segir Sigurlaug, hér er svo baðstofan, en Gratíanu finnst hún heyra rödd ömmu sinnar. Hún er henni jafn nálæg og í draumnum, og þegar Gratíana stígur inn fyrir þrepið, opnast sagnaheimur Mæjumu. Baðstofan, þessi kynja veröld vinnusemi og vöku, þangað er hún komin. Kannski eins og persóna úr frásögnum ömmu sinnar. Þó það sé skuggsýnt, lifnar það allt í hugskoti hennar. Fólkið situr á rúmunum, vinnur lúið en amstrar þrátt fyrir það eitthvað með höndunum og einhver hefur áreiðanlega verið ábýttur fyrir að söngla rímur meðan húsbóndinn las kvöldlestur. Þeim er vísað til sætis á rúmunum fólksins. Gratíönu og Sigurlaugu við lokrekkju innst og samkvæmt frásögnum Mæjumu mun það vera hjónahúsi. Lítið þyljað afdrep sem hjónin á bænum hafa fyrir sig og yngstu börnin. Axel situr piltamegin og Gratíana er þakklátt fyrir að kynin séu aðskilin í baðstofinu, þótt hún viti að suma getur hent að rata í vitlaust rúmum nætur. Þá vitneskju hefur hún frá móður sinni. Þeim er borin matur á leirdiskum sem þau hafa í kjöltu sér og svo svöng sem Gratíana er orðin er hún ekki listug í samræmi við það. Konurnar sem sitja með kemburnar sínar og prjónana reka í hana augun og langar að spyrja hvernig standi á því og hún klæðist buxum og ekki sé viðlit að bregða í það fléttu. En það spyrja ekki og Gratíana þrælar í sér matnum svo ekki þurfa að furða sig á listarleysinu líka. Það er raunar góður matur, lungamjótt kjöt og gulrófur sem Sigurlaug hefur vita og hrósa frúnni fyrir þegar hún birtist í gettinni. Svo hávaksin að hún þarf að beygja sig undir dyrakarminn. Og ætli þú þekkir það ekki betra, svarar konan sem er vel haldin í klæðaburði en ekki stór upp á sig, hefur aldrei verið á kvennaskóla. Ég held þú sér fullsæmd af matnum, skólagengin eða ekki, heyrist piltamegin frá. Það er sjálfsagt húsbóndinn, kempulegur karl sem situr næst ljósinu. Augu Gratíönu hafa nú vanist rökkrinu og smám saman greinir hún allar þessar persónur sem hún ólst upp í sögur af. Það eru vinnumennirnir sem sjá gegningarnar og eru sendir í verið á vetrum. Vinnukonurnar sem fæða óskilgetin börn á meðan og þurfa að toga piltana úr vosklæðanum þegar þeir koma aftur heim og þurrka svo fötin þeirra meðan þeir sofa. Á sumrin er svo kannski sólskin í heiði stund en svo dregur fyrir og ævinlega leggst hann í rigningar sláttinn og þá er enginn til að þurrka föt vinnukvennanna og þær eru bláar á höndunum og líka vörunum og langar ósköpin öll í kaffi. Í baðstofun eru líka börn. Stálpuðu strákarnir tveir, ein unglingsstúlka og önnur lítilstúlka og áreiðanlega er barn í hjónahúsinu. Kannski er einhver þeirra tökubarn eða niðursetningur, en henni sýnist ekkert þeirra þesslegt að vera umskiptingur og ekkert þeirra virðist svongt. Unglingarnir sitja allir með prjóna. Litla stúlkan hjúfrar sig einni konunni og gefur sem þarf að vinna, en enginn er hér að sníða skó eða sauma og væru þau að því, myndu þau vera úr sauðskinni en ekki steinbítsroði eins og hjá þeim fyrir vestan.
Svo mikið veit Gratíana. Sigurlaug hefur verið hér á bænum áður. Það rennur inn í vitund Gratíönu þegar hún vaknar til stundarinnar. Hún var hér kaupakona nokkur sumur eftir fermingu og nú eru þær húsfreyjan að læða sér inn í hjónahúsi. Það sefur ekki kornabarn sem foreldrarnir vona að komist á legg, heldur móðir húsbóndans sem lífið hefur að mestu yfirgefið en dauðinn þó ekki krafið samfylgdar. Húsráðendur eru komnir úr barnig og kamesið ekki lengur notað til að kveikja líf. Í gegnum gættina sér Gratíana drifhvít lín á uppbúnu rúmi og fléttur sem hvíla í kross á brjóstinu. Þykkar þar sem það liggja niður með öxlum og handleggjum en þunnar yfir brjóstinu. Svona hefði hann getað gert fyrir Mæjumi. Gratíana líka við matinn og hefur þá ekki ástæðu til að horfa ofan í diskinn sinn lengur, milli þess að hún laumanslega fylgjast með fólkinu. Og eiginlega þarf hún að segja eitthvað hvað og hverju. Málhreifir gestir eru kærkomni gestir, sagði Mæjama, og það er æpandi þegjandalegt kvennamegin í baðstofunni. Axel flytur fregnu karlamegin og hann er bæði margfróður og gamansamur, en liggur ekki hátt rómur, og þess vegna ræskir Gratíana sig. Þið prjónið, byrjar hún, en það þykir ekki svaravert, auðvitað prjónakonurnar, kempa eða prjóna svo lagnar að það þurfa varla að sjá til, hvima augunum á gestinn og bregða inn í lykkjunni. Amma prjónaði alltaf rendur í sína sokka, hún var næstum blind. Nú já, segir svo elsta og horfir á Gratíönu við gleraugun. Þetta er síðasta parið sem ég á, gjallur í Gratíönu, og áður en hún veit af hefur hún lyft öðrum fætinum og dregið upp skálmina. Það er svo, segir hinn sama, en er forvitnari eiganda sokkana en sokkana sjálfa og konuna sem prjónaði þá. Unglingsstúlkan flissar. Hún er á aldri námsmiðarnar í kvennaskólanum. Gratíana er systir söngkonunnar, Sellu Ásgeirsson Sabi, upplýsir Sigurlaug, opnar dyrnar upp á gátt og stígur fram úr hjónahúsinu og undan húsfreyjunni. Ljósið frá hvílu gömlu konunnar bregður birtu á andlit kvennanna í baðstofunni. Þær eru forviða og einhver missi lykkju. Já, hérna hér, nú þykir mér týra, segir gamla konan furðu lostin. Þessi að tarna, systir söngkonunnar. Því trúi ég ekki, heyrist karlamegin, og það er húsbóndinn sem rís á fætur, tekur lampan á króknum og lyftir honum í augnhæð þegar hann er kominn til Gratíönu. Hún situr eins og hún er niður komin og réttir hvorki úr bakinu en hnykkir til höfðinu, vill ekki sína sjálfbyrgingslega. Og hefur þú rödd? Ég? Nei, svarar Gratíana, heyrir varla í sjálfri sér. Ég heyrði systur þín að syngja við konungskomuna, segir húsbóndinn og gengur tilbaka. Stendur með lampan mitt á meðal piltana sem verða dreymnir til augnanna við frásögnina af Sellu og söngnum. Bóndinn, hreppstjórinn, hafði verið uppábúinn, kjólklæddur með monthatt og þess vegna komist svo nærri rauðadreglinum að við lá að hann væri kynntur fyrir konungi af misgáningi. Svo nærri sem það stappaði gerst það þó ekki og þótt hann færi í hugmótt á eftir tignarfólkinu alla leið frá bryggjunni eða alþingishúsinu, komst hann ekki þangað inn. Og því var hann feginn. Honum var nefnilega til efs að upplifunin hefði verið jafn gagntakandi innandyra eins og hún var úti í sólskininu. Út glugga alþingishússins barst þessi ægibjarti en þróttmikli kvenmannsrómur og hrærði í hjörtum viðstaddra með þvílíkum hætti að bóndinn taldi það einstæmi. Einstæmi var líka hve veðrið var fagurt meðan hann stóð þarna á vellinum, sólin jafn heið á himni sem raust inn í munni. Hann hefði tekið ofan hattinn og beðið þar til dagskráni lauk, vildi sjá þá sem röddin átti og varð ekki fyrir vonbrigði. Heldur hefði ég vilja vera presenteraður fyrir söngkonunni en konginum, fullyrði hreppstjórinn og hengi lampan á krókinn áður en hann sest og andvarpar yfir yndistokka Sellu. Ekki nú mikill svipur með ykkur. Takk fyrir mig. Það er pláss hérna inn í sal ennþá sko, þá sem að sitja þarna aftur í sko. Má bjóða ykkur að koma hérna inn. Það er að gera. Það heyrist betur. En takk að þið fyrir Benni. Það er halda áfram ævintýrun hjá henni Gratíönu. En næst ætlum við að halda okkur áfram við einn af fjörðunum. Jón Knútur Ásmundsson, hann er fæddur og uppalinn í Neskaupstað og býr á Reyðarsfirði núna ekki. Og hann hefur nú fengist við ýmis skrif ævina, blaðamennsku og sitt hvað fleira. En í ár þá stígur hann fram á sviði sem ljóðskáld með sína fyrstu bók sem ber heitið Stím og er gefin út af Gjallarhorni, fyrirtæki þeirra hjóna.
Jónbrotur, gjör svo vel. Ég þarf að gera eina leiðréttingu, skólaði. Þetta er önnur bókin. Önnur bókin, já. Ég er alveg farið frá hjá mér. Nesk kom út 2007, safn af smásagnar. Annað var rétt. Þú voru að senda mér hana. Takk fyrir að leyfa mér að lesa fyrir ykkur. Mikill heiður að fá að vera í þessum flotta hópi austfirskra rithöfunda. Ég ætla að lesa upp úr þessari bók, Steam. Hún er tileinkuð pabba mínum, Ásbjörn og föðurbróður Halldóri, sem kallaði var Dóri Rauði í Neskaupstað. Ég byrjaði að skrifa hana haustið 2013, nokkru vikum eftir að pabbi minn var bráðkvaddur. Kláraði hana í lok síðasta árs og gaf loks út með dyggri aðstoð eiginkonu minnar núna í apríl síðastliðinn. Þetta er bók föðurmissi og sorg og hún fjallar samband mitt við pappa og frænda minn og samband mitt við samfélagið sem ég ólst upp í. Það sem þessi þrír kallar ólust allir upp í en urðum á endanum gjör ólíkar manneskjur. Ég ætla að lesa 3 ljóð. Það fyrsta heitir Í garðinum. Leiðið hans pappa er rétt við kirkjugarðsliðið, yfir reitnum ljósastur. Mömmu hugnast vel að það sé birta yfir honum. Umsjónamaður garðsins segir okkur að gallinn við þennan stað sé sá að stundum sé traffík og maður fá ekki frið. Traffík. Ég glotti en kemst að því síðar að orðavalið var ekki úr lausu lofti gripið. Því það er gestkvæmt hjá látnum Norðfirðingum, hjá sumum þeirra ef til vill meiri gestagangur en á meðan þeir lifðu. Stendi við leiðinu hef ekki enn manist því að hann liggið þarna undir grasinu, hef reynt að tala við hann, jafnvel kynntan fyrir nýfættri dóttur minni. En þegar ég heyri sjálf á mig opna munninn og segja eitthvað, hætti ég jafn áður. Horfi í kringum mig og líður eins og kjána. Fyrst ég hef tíma ákveði ég að kíkja á nýjustu leiðin, heimsæki fólk sem datt ekki í hug að heimsækja í lifandi lífi. Merkilegt nokk gerði pabbi þetta stundum, gengum á milli og hann sagði frá fólkinu. Suma sögurnar heyrði ég oftar en einu sinni og var farin að þekkja þær vel, kannski of vel, því mér leið eins og samferðamanni fólks sem dó áður en ég fæddist. Nokkrum reitum frá pabba liggur maður sem á sinn hátt var þekktur maður í bænum. Kannski góðsögn vilji maður grípa í stór en nú orðið innantóm orð. Veiktist af geði sem ungur maður og sást ekki frá mér. Breyttist í orðróm. Að lesa næst lítið punk kvæði heimabæinn í Neskaupstað, það heitir Technicolor. Þorp á norðlægri eyju lengst austur í Raskati miðað við höfuðborgina. Og við höfum tilhneigingu til að farast í hrikalegum hamförum. Við drukknum, kremjumst, verðum fyrir keðjum, krókum, taljum og vírum borð í skipum og togurum. Stundum lifum við af og segjum hetjusögur af því hvernig við gáum dauðan langt nef. Þær lifa heilu kynslóðarnar, eru okkar þerapía, gefa þessum annars ferlega nöturlegu dauðdögum æðri merkingu. Við deyjum nefnilega flottar en fólkið í borginni, sem deyr í huggulegum svefni undir volgri sæng á líknadeild og enginn veit hvers vegna. Dauðinn í Reykjavík er ósýnilegur, en ekki hér þar sem hann er grafískur. Samantekt við slægjum fisk og lendum í freak accidents, líkin nær óþekkjanleg. Þarna miðjan 8. áratuginn á öld skuttófarans urðu vatnaskil og svarthvít veröld foreldra minna breyttist í háskerpu veröldina mína. Þetta er auðvitað mín persónulega skoðun, sem endurspeglar ekki endilega skoðun meirihlutans, en ég get ekki öðruvísi útskýrt þá staðreynd að alla mínar bernskuminningar eru í Technicolor. Veröld mín ilmar af þykkum bræðsluleik sem okkur er kennt að kalla peningarit og glansandi þara í fjöruborðinu. Þú heyrir nefinn í þögninni sem rofnar eingöngu þegar múkkinn hljóðar á vini sína, því hann hefur fundið innyflin og afbeituna sem beitingamæðurinn var rétt í þessu að hendi í sjóðu. Bárjárnsklæðningin á beiturskúrnum nýmáluð rauð eins og vera ber í litlu Moskvu.
Mágurinn, múkinn og vargurinn spikfeitir allir sem einn, en X-kynslóðin í Neskaupstað sér ekki veisluna. Ég tilheyri fyrstu kynslóð Norðfirðinga sem sækir sér tannréttingar til Reykjavíkur. Mín kynslóð þess vegna álíka vel tennt og jafnaldrannar á höfuðborgarsvæðinu. Við erum fyrsta kynslóðin sem lætur sig ekki dreyma að þræla sig út á skíldaplani. Þórður Sjóari fangar ekki lengur ímyndunaraflið heldur Maradona og Axl Rose. Við lesum ekki Laxness eða Íslendingasögunar, heldur Ísfólkið og Metalhammer. Við borðum ekki soðna ísu, kartöflur og hamsa. Við viljum tilbúnar pakkagásur frá Tóró sem við kallum grítur. Ég vildi gæti lýst þessu með hárnákvæmum, náttúrufræðilegum hugtökum og örnefnum svo ég geti varpað náhvítu ljósi á umhverfið sem mótaði mig. Fjallsækirnar ber við himinn en ég þekki ekki nöfnin og tindunum, trúðu mér, ég hef reynt án árangurs að leggja þau á minnið. Spurðu mig því frekar út í ættir Simpsons fjölskyldunar, ég get rakið það fyrir hafnalaust. Að lokum ætla ég að lesa ljóð sem heitir Sjúkdómssaga. Foreldrar mínir fæddust á stríðsárunum, ekki eftir stríð, þetta skiptir máli. Í plötusafninu þó nokkur útvarpsleikrit en enginn með trúbrot. Hann átti rauðar töflur við háþrýstingi, fölgrænar við þvagsýrugigtinni en hafði enga trú á beinhvítum verkjalyfjum. Hún, ljósmóðurinn, vantreysti læknum og heilbrigðiskerfinu yfirleitt. Þau áttu einfald en afgerandi svör við hversdagslegu heilsuleysi sona sinna. Flatur lófi á enni, yfir vafa, þá strangheiðalegur kvikasilfursmælir í rass, maltsopi við listaleysi. Mældur síðast 13 ára og þar með afsannað að ég kæmist ekki í vinnuna, því mælirinn lauk aldrei. Unglingur með nokkra komur, það enga samúð frá þöglukynslu. Í dag ég aldrei veikur og tortryggir snertilausa stafræna hitamæla fyrir börn. Ef verkið leitaðu ásjár hjá móður sinni. Hún ólst upp hjá fulltrúum 68 kynslóðarinnar sem geyma geisladiska með ABBA í hanskahólfinu. Takk fyrir. Það er enn laust hérna inn í sal, sko, fyrir þá sem að, svo menn heyri nú eitthvað. En endilega færið ykkur hérna inn, ef þið viljið. En þakka þér fyrir Jón Knútur, fyrst velveringar á þessu að hafa gleymt smásagnirinn, sjálfsagt átti ég nú að vita það. En Jónas Reynir Gunnarsson, hann er fæddur og uppalinn í Fellabænum og steig fram á rithöfundavöllinn 2017 með hvorki meira en minna 3 bókum á einu ári. Ljóðabókin Stór olíuskip, ferðunum bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar og síðan var það líka skáldsagan Millilending sem vakti mikla athygli og er meira að segja komin út í Danmörku hjá Gyldendal, líkt og verk Gunnars Gunnarssonar. Skáldsagan Dauðir skógar kom síðan út 2020 og var tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna. Og nú er komin 4. skáldsagan sem ber hið skemmtilega heiti Kákasus gerillinn og er gefin út af Forlaginu. Gjörðu svo vel, Jónas. Takkar fyrir. Já, ég vil nú eiginlega bara byrja á því að þakka fyrir mig Skúla og ykkur öllum sem standið að rithöfundalistinni fyrir þetta frábæra og mikilvæga framtak sem hún er. Og ég vil líka þakka rithöfundunum fyrir félagsskapinn og upplesturinn. Það var mjög skemmtilegt. Þessi bók heitir Kákasus gerillinn eins og kom fram og hún fjallar unga konu sem heitir Bára og hún er að vinna hlaðvarpi sem heitir Eitur í flösku og í þessu hlaðvarpi er hún að fjalla efni, fjalla vímuefni, lyf, kaffi, áfengi, allt sem fólk setur í sig til að breyta líðan sinni eða ástandi sínu. Og
hún heilluð þessu og meðal annars fyrir hún að rannsaka Kákasusgerilinn og í kjölfar þessarar rannsóknarvinnu rekst hún á nafnið Eiríkur Mendes sem hinn aðalpersóna bókarinnar og hann orðaður við ýmsa vafasamar tilraunir með ofskynjunarlyf, sjamanisma og mannslát og í þessari bók eru þræðir þessara persóna að flétta saman. Ég ætla að lesa hérna kafla þar sem að sjónarhornið statt hjá Eiríki. Í þessum kafla þá hann komið til Mexíkó, hann hálfur Mexíkó og komið þangað í fyrsta skipti að hitta föður sinn. Faðir hans, hann kemst að því að faðir hans hefur verið háður hörðum vímuefnum og búinn að ná sér eftir einhver róttæka meðferð sem að Eiríkur veit ekki alveg hver og þeir búa hjá manni sem heitir Jesus Antonio og sem samt tengdur þessum meðferðum og í einhvers konar ferðamennsku sem Eiríkur áttar sig ekki alveg á en við komist að í hverju hún felst með honum. Ég ætla að grípa niður þenn kafla. Ég ætla að byrja að lesa tilvitnun sem bókin byrjar á eftir Paracelsus sem var upp á 16. öld í Sviss. Allt eitur og ekkert án eiturs. Aðeins skammtastærðin veldur því að eitthvað ekki eitur. Þeir komu að húsaþyrpingu með nokkrum gömlum sveitabæjum og stoppuðu fyrir utan einn þeirra. Gamall maður með krumpaða húð sat fyrir utan. Hann stóð upp þegar þeir gengu að húsinu og faðmaði Jesú, Antonio og Rafael. Rafael sem sagt faðir Eiríks. Jesús kynnti Eirík og Steve fyrir gamla manninum sem hét Gustavo og kallaði svo inn í andrið til að tilkynna komu sína áður en hann gekk inn. Lítill strákur í gulum hlíraból hljóp fram hjá honum og út. Rafael strauk honum kollinn og ruglaði hárið hans. Ég staddur í bíómynd. Þeir gengu allir inn og fengu sér að drekka og Jesús sagði við Steve að hann myndi gista hér í nótt. Undir venjulegum kringumstæðum tæki hann sjálfur að sér að hýsa skjólstæðinga sína, en nú væri húsið fullt. Á morgun myndi hann svo hitta Gustavo yngri, my spiritual brother. Hann var sjamaninn sem sæi meðferðina. Steve leit í kringum sig og virti fyrir sig húsakynnin. Eiríkur skynjaði í honum efasemdir, en Jesús lagði höndin yfir öxl Steve og sagði að Gustavo og fjölskylda hans tilheyrðu frumbyggjum þessa héraðs og hefðu búið þar alla tíð, löngu áður en Spánverjarnir þvinguðu trú sinni tungumáli upp á Indíánana. Kartan tilheyrði trúariðkun þeirra árþúsundir aftur í tímann og nú var fólk eins og Gustavo að endurlíka þessar gömlu hefðir og brjóta niður múrana sem vestrænt samfélag reisti á milli manns og náttúru. Steve hlustaði á hann alvarlegur í bragði og kinkaði kolli. Þetta ekki heilsuhæli á 5 stjörnu hóteli, sagði Jesús og hló og Steve tók undir með honum. Þetta ekki túristagildra eins og í stórborgunum, sagði Jesús. Eiríkur roðnaði og fékk tómleikatilfinningu í magann. Hann steig út til að fá ferskt loft. Hann hafði aldrei á ævi sinni hugsað út í það að Mexíkó hefði verið nýlenda. Hann hafði aldrei hugsað að spænska tungumálið hefði breiðst álfuna eins og enska Bandaríkin þar sem frumbyggjunum var slátrað og landið tekið yfir af Evrópubúum. Hann vissi ekki hvað það var að vera hérna. Hann var andstuttur og fann hjartsláttin aukast. Undarlegri hugmynd skaut upp í huga Eiríks og róaði hann. Allt í einu fannst honum að allir fíklar væri hluti af sömu þjóðinni. Þjóðin tilheyrði landi sem var ekki lengur til og þegnar þess höfðu dreifst alla jörðina. En hún myndi aldrei deyja út því þegnunum fjölgaði samhliða almennri fólksfjölgun og þjóðerni þeirra var svo sterkt að það þurrkaði út alla kynþætti, öll tungumál og alla sögu. Fólk af þessari þjóð átti samlanda í öllum samfélögum og það skildi hvert annað eins og Íslendingar skilja Íslendingar, Mexíkóar skilja Mexíkóa og listamenn skilja listamenn.
Og við að hugsa um þetta fannst Eiríki hann færast nær pabba sínum og nær ótal ókunnugu fólki sem var allstaðar að í heiminum. Því þó hann væri ekki fíkill sjálfur talaði hann tungumál þeirra. Hann skildi hvernig það var að vera Íslendingur. Hann fann til bræðralags við listamenn sem voru löngu dánir og hann skildi líka Stellu og Ómar. Hann skildi af hverju þau voru eins og þau voru og hann geti skilið pabba sín á sama hátt. Kvöldið þegar börnin voru komin í háttinn sátu Eiríkur, Rafael og Jesús úti á veröndinni undir næturhimninum, reyktu sígarettur og drukku kók í gleri. Ómurinn af tónlistinni frá ströndinni barst til þeirra í gegnum þorpið og allt var stillt. Eiríki fannst þeir vera staddir í kirkjugarði. Þeir getur vel hafa setið og opnað gröf og hallað sér fram á skóflurnar, þreyttir eftir moksturinn, slegnir værð sem leggst af fólk eftir velunnið verk. Þeir blésu reyknum úr sér, færðu flöskunar hægt af vörunum og drukku. Eiríkur fékk sér sopa og setti flöskuna á lærið. Hún skildi eftir blauta hring á gallabuxunum. Jesús dreypti á drykknum og lagði hann á jörðina. Rafael gerði það sama. Svo fekk Eiríkur sér annan sopa og enginn þeirra sagði orð. Eiríkur lygndi aftur augunum, hlustaði á kliðinn og tónlistina frá ströndinni og þegar hann opnaði aftur augun sá hann bláglitrandi möstu keyra hægt um hliðið. Hún nam staðar fyrir framan þá. Rafael stóð á fætur, svo Jesús og síðan Eiríkur og þeir gengu á móti manninum sem steig út úr bílnum. Eiríkur vissi strax að það væri sjamaninn, Gustavo yngri. Hann var með hvíta og bláa andlitsmálingu, þunnar rendur sem fór yfir nefið og kinnbeinin og var í litríku vesti sem Eiríkur gat sér til að vera viðhafnaklæðnaður. En hann var líka í flíspeysu og með derhúfu með ásömmaðri mynd af rauðum fugli. Arizona Cardinals stóð á húfunni. Eftir að hafa heilsast settust þeir allir inn í Chevrolet jeppann og Jesús keyrði þá inn í eyðimörkina. Jesús og Gustavo sátu fram í og feðgarnir aftur í. Eiríkur hugsaði þá fjóra sem fjölskyldu og fannst að þeir pabbi sinn væru bræður frekar en feðgar og að Jesús og Gustavo væru foreldrarnir. Eiríkur og pabbi hans voru háðir því að séð væri þá. Eiríkur vegna þess að hann þekkti hvorki tungumálið né umhverfið og Rafael því hann hafði glatað réttinum til að bera ábyrgð á eigin lífi. Eiríkur hafði búið sig undir að hitta föður sem vildi ekkert með hann hafa, sjálfselskan og fjarlægan mann sem hafði aldrei borið sig eftir því að hitta hann. Áður en hann kom til landsins var hann í varnarstöðu og hafði ákveðið, án þess að átta sig á því þá, að sýna pabba sínum ekki ást sem hann ætti ekki skilið og sem hann fengi kannski aldrei endurgóðna. Hann hafði síðan staðið sjálfan sig að draumorum að snúa valdajafnvæginu á hvolf, að Eiríkur yrði fjarlægur við pabba sinn og héldi aftur á ást sinni og að þegar hann færi aftur til Íslands yrði það pabbi hans sem fyndi fyrir missinum en ekki hann sjálfur. En frá fyrstu stundu hafði hann fundist pabbi sinn vera viðkvæmari en hann sjálfur og viðkvæmari en allir aðrir, jafnvel börn. Og Eiríkur satt uppi með valdið sem hann hafði verið hræddur að pabbi hans hefði yfir honum. Eiríkur hafði ekki séð fyrir þetta ójafnvægi og fannst hann hafi verið svikinn þá reynslu að líða eins og hann væri sonur föður síns. Sjamaninn og Jesús Antonio ræddu saman og skimuðu í kringum sig. Jesús drap á bílnum og þeir stigu út. Gustavo tók að sér derhúfuna og skildi hann eftir í bílnum. Jesús dreifði vasaljósum. Hann hélt á glerplötu sem Eiríki sýndist vera hilla úr ísskáp. Það leið ekki á löngu þar til körturnar komu í ljós. Sapo, sagði Rafael og hnippti í Eirík. Búfo Alvarius, sagði Jesús. Körturnar tóku 1 eða 2 stökk og stóðu kyrrar þessa milli. Þær fóru áfram í kippum eins og hagamís, hugsaði Eiríkur, og fann fyrir undarlegu samræmi og samkennd með körtunum. Menninni tóku stór skref til að ná þeim, en þær voru kvikar og hörfuðu undan þegar krumlunar svifuðu á þær. Úr var taktur eða dansspor sem var endurtekið nokkrum sinnum og Eiríki fannst vera hluti á samræminu sem hann fann fyrir. Það var eitthvað rétt við það hvernig þeir hreyfðu sig og hugsunin vakti upp minningu frá sveppunum þegar Eiríkur hafði litið í kringum sig og hugsað að auðvitað væri þetta svona.
Allt var alltaf eins og það átti að vera. Svo sagði sjamaninn að halda ljósgeislunum kyrrum á körtunum og þær eru stjarfar í birtunni. Þar eru næturdýr, sagði Jesús. Meiri hluta ársins eru þær í dvala, en á regntímabilinu koma þær út til að makast og næra sig. Þær búa í myrkraherbergi. Sjamaninn hélt á kört í hvorri hendi. Hann, Jesús og Rafael töluðu saman á spænsku og Gustavo tók að kyrja, rólega og í blandu samtali. Gustavo rétti Eiríki aðra körtuna og bað hann að halda á henni. Jesús hélt á glerinu fyrir sjamaninn sem kreisti stórar hvítar vörtur við augu körtunar þannig að gröftur spýttist úr þeim og lenti á glerinu. Við bíðum eftir að eitri þorni, sagði Jesús. Svo sköfum við það af. Gustavo fann fleiri kirtla á körtunni og tæmdi þá. Síðan lagði hann hana frá sér á jörðina og Eiríkur rétti honum hina. Gustavo sagði Eiríki á ensku að hann var að þakka körtunni fyrir og blessa hana. Nóttina, þegar Eiríkur var að fara að sofa, bankaði Jesús á hurðina hjá honum. Hann sagðist vilja segja Eiríki frá morgundeginum. Hann vildi vera heiðarlegur við hann og koma fram við hann eins og heimamann. Í sannleika sagt hafði hann ekki minnstu hugmynd hvort frumbyggjar Ameríku höfðu notað meðalið í 1000 ára, eins og hann hafði sagt við Steve. Það hafði enginn heyrt körtumeðalið fyrir nokkrum árum og það hafði meira segja verið Bandaríkjamaður sem kynnti það fyrir því. En það skipti bara engu máli, slíkur var kraftur þess. Þeir stæðu við þröskuldin að einhverju merkilegu. Sjamanarnir höfðu beðið eftir þessu á þess að vita það. Einhvers staðar byrja allar hefðir, sagði Jesús. Þú ert að verða vitni að einni slíkri. Það er engin tilviljun að þetta sé að gerast þegar við erum að fara að sigla inn í nýja öld. Kærar þakkir. Takk fyrir það, Jónas. Og á Mexíkó að þá höldum við hér aðeins á nærsvæðið kannski. Jón Pálsson, hann hefur búið á Austurlandi nú, allavega áratug. Jæja, það styttist í áratuginn. Og á undanförnum árum þá var hann sent frá sér spennandi glæpasögur, sem þá var hann oftar en ekki átt eitthvað sögursvið hér í austursku samfélagi. Og það er engin undantekning þetta árið. Nú kemur út bókin Skaðræði og það er Austfirska forlagið Bókstafur sem gefur út. Jón, gjörðu svo vel. Góðan dag. Þetta er semst að lesa úr nýrri bók, Skaðræði, sem er glæpasaga sem gerist hér á Austurlandi. Og það er sama lögregluteymi í þessari bók og var í bókunum 3 sem kom út fyrir nokkrum árum, Valdamiklir menn. Og ég ætla að lesa hérna fyrsta kafla. Það hefði kólnað í veðri. Veturinn láti á sér kræla óvinnu snemma þetta árið. Hann stendur hjá dauðri kindinni og horfir tilbaka í átt að kirkjunni á Klippstöðum, hvítmálaðri með rauðu þaki. Henni hefur verið haldið við frá því að síðustu bændurnir yfirgáfu fjörðinn upp úr 1970. Messað er þar einu sinni á sumri og þá mætir alltaf hópur fólks. Margir sem eiga ættir að rekja til fyrrverandi ábúanda sem flestir eru löngu látnir. Hann snýr sér við og horfir upp í fjallið. Hvít snjórandi nær niður í miðjar hlíðar, líkt og hann hafi verið dreginn á það með reglustriku. Honum sýnist hann sjá 3 hvítar doppur rétt fyrir neðan hana. Tekur sjónaukann sem hann er með hálsinn og ber upp að augunum. Getur verið að einhverjar hafi sloppið? Jú, ekkert fer á milli mála. Þarna eru 3 kindur að narta í svörðin. Og svo 4. þar skammt frá, grábotnótt og lit. Þær fara sér hægt, flytja sig af einum stað á annan, þar sem er kropp. Það er þá eitthvað fyrir þær að hafa ennþá, hugsar hann.
og rifjast upp fyrir honum hvað bændurnir á Seyðisfirði eru vanir að segja: í Loðmundarfirði er alltaf jörð. Afsakið, ég þarf að fá mér smá vatn. Þorsteinn bóndi á Hlíðarbrekku í Mjóafirði situr fyrir framan tölvuna og horfir á skjáinn. Hann hafði gert sér ferð inn í Loðmundarfjörð í gær á bátnum sínum, 2 tonna fiskibát sem hann notar í útróðra. Venjulega er hann ekki lengi að fiska upp í kvótann sem honum er úthlutaður og getur því leyft sér að róa þegar honum hentar, sem hann gerir nær eingöngu yfir hásumeri þegar hans eigin kindur er á fjalli. Megnið af fiskinum vinnur hann sjálfur og selur fólki í þorpinu eða hefur til eigin nota. Ferðin í gær var þá ekki farin til fiskjar, heldur var annað sem hann vildi ganga á skugganum. Hann horfir á skjáinn og hristir höfuðið. Síðustu helgi hafði hann skroppið á Egilsstaði með Snæfríði. Áður en hann lagði á stað tilbaka, settist hann inn í Selsskálum og fékk sér kaffi. Það var þar sem hann hitti bændurnar Nikolás á Felli og Bjarna á Læk, sem sögðu honum af því sem átt hafði sér stað í Loðmundarfirði vikuna á undan og hann trúði vart sínum eigin eyrum. Það er aðeins að afsaka, ég er dálítið erfitt með að lesa stundum, sko. Verði eitthvað svo stressaður. Það finnst ekki lagast með árunum. Hann var þó að trúa því sem blasti við honum þar. Myndirnar staðfestu það. Kindurnar lágu eins og hráiði á kambinum fyrir ofan fjöruna, aðrar í flæðamálinu. Hann hafði talið þær, 29. Aðrar lágu upp í hlíðinni. Þegar hann stóð þarna við gömlu bæjarrústirnar og horfði við sviðið, gat hann gert sér í hugarlund hvernig þeir höfðu staðið að verki, mennirnir frá Mast, kindamorðingjarnir. Loðnir, hvítir og svartir flekkirnir á jörðinni sýndu það greinilega. Þeir hafa lagt bílum uppi á hólum í átt að sjónum. Það var eina undankomuleiðin. En líklega hafa þær veigrað sér við að fara út í. Nokkra stemmt upp í fjallið. Svo hefur hópurinn breytt stefnu, hlaupið eftir fjörunni upp á barðið og stemmt í átt að skarðinu. Áttuðu sig ekki á Kúlnahríðinni, að fyrir henni þyrfti að leita skjóls líkt og öðru stórviðri, eftir að 2 þeirra drápust niður við flæðarmálið. Voru auðvelt skotmark og flestar fallið þegar þær komu upp á kampinn. Hinar sem lögðu á fjallið höfðu ekki heldur komist langt, þótt þær væri fjær. Mennirnir þurftu að miða af nákvæmni. Allt verið garð gengið að 20 mínútur liðnum, jafnvel skemur. Eina hvíta kind sér hann innar í firðinum. Sú hefur hlaupið í gagnstæða átt eftir veginum. Hugsanlega hefur einn mannanna þurft að fara á bílum á eftir henni. Greina mátti nýleg hjólför í vegarslóðanum. 4 menn höfðu verið í þessu leiðangri, hafði Nikolás á Felli sagt. Hann hafði gengið alveg að kindinni sem lá skammt frá veginum og tekið mynd. Skotsár á höfði, annað í afturendanum. Hún hefur lyppast niður við að fá það í sig og henni síðan verið veitt náðarskotið. Sama átti raunar við nokkrar hinna. Þeir hafa gengið á milli og aðgætt hvort eitthvert lífsmark leyndist með þeim. Skotið þær í höfuðið. Það er þó skárra en að skilja skepnurnar eftir í sárum og láta þær drepast úr hungri og kulda. Þeim hefur fundist það mannúðlegra. En svo farið burt og látið þær liggja þar sem þær voru. Í hópnum
hópnum uppi á kambinum voru 3 ær og 4 lömb, nær fullvaxin. Lágu þétt hverju fyrir aðra. Hafa haldið hópinn og tapað líftórinu á sama blettinum, sýndist honum. Mennirnir líklega skotið í áttina þangað sem þær hlupu saman í hnapp og reyndu að forða sér. Kúlnaregn. Lömbin hugsanlega staðnæmst og snúið tilbaka þegar þær eldri féllu. Ekki vilja yfirgefa mæður sínar. Aðrar sem lágu fjær fengi lengri aðdraganda áður en þær mættu dauða sínum. Og sú sem komst hæst upp í hlíðina, þann lengsta. Skotmaðurinn ekki hitt í fyrstu tilraun og líklega þurft þær nokkrar. Kindin hlaupið eins og hún ætti lífið að leysa. Steypt fram fyrir sig og síðan olti nokkra metra niður þegar síðasta skotið hæfði hana. Svona á ekki að slátra sauðfé. Þetta nær ekki nokkur í átt. Bændurnir Nikolás og Bjarni voru yfirmáta hneykslaðir á aðferðum mannanna frá Mast. Þeir hafi ekki fjarlægt hræin ennþá, sagði Bjarni. Sögðust þó ætla að gera það. Ekki fara þeir að láta þær liggja þarna í allan vetur. Það held ég að verði veisla fyrir varginn, sagði Nikolás. Ég held ég skreppi á bátnum og skoði aðstæður, sagði Þorsteinn. Já, blessaður gerðu það og taktu myndir, sagði Nikolás. Ef þetta er eins og ég held, verðum við að beita Mast þrýstingi og jafnir að láta birta myndirnar í blöðunum, svo þeir hunskist til að fjarlæga skrokkana. Þeir verða heldur ekki grafnir úr þessu, bætti Bjarni við, von er á hörku frosti. Og tími til komin að taka sínar eigin skepnur í hús, sagði Nikolás og leit á Bjarna. Jú, ætli það ekki. Held þær hafi samt haft það ágætt á bæjartúninu fram að þessu, svaraði hann. Þorsteinn skoðaði hverja myndin á fætur annarri á skjánum. Hann hafði lofað þeim Nikolási og Bjarna að senda þeim nokkrar. En á erfitt með að ákveða hverjar þeirra hann á að velja. Þurfa að vera þær bestu. Hann er ekki mikill myndasmiður þegar kemur að ljósmyndum. Vélina hafði hann fengið í afmælisgjöf frá dóttur sinni á 5. afmælinu sínu og er ekki almennilega búinn að læra á hana ennþá, 5 árum síðar. Notar eingöngu átóstillinguna sem reynst hefur ágætlega fram að þessu. Þá tekur hann eftir einhverju á einni þeirra og hallar sér fram. Þetta er ein myndan af kindunum 7 sem liggja þétt saman. Hann hafði tekið nokkrar á hópnum frá mismunandi sjónarhornum. Fannst að sýndi best á villimennsku sem þarna hafði á sér stað. Stækkar myndin á skjánum með því að tvísmella á hana. Hún sýnist eitthvað ókennilegt standa undan einni þeirra. Ullarhár gærunnar liggur yfir og grasið í kring, leggst að. Kindin er þétt upp í grjótnullum sem stendur upp úr svartri moldinni. Er þetta skór? Hann smellir aftur 2 á myndina til að stækka hana, enn meira. Þá sér hann götin. Þau eru nokkuð greinileg, með jöfnu millibili og svartur þráður þræddur í þau í kross. Reimaður skór. Ef þetta væri stakur skór sem legið hefði út á íðavangi, væri hann varla reimaður með þessum hætti, hugsar Þorsteinn. Lítur heldur ekki út fyrir að vera mjög þvældur, svo varla hefur hún skólað á land í brimi eða legið þarna lengi. Gönguskór. Getur verið að maður liggi undir kindunum, dauður maður. En ég sá engan mann, hugsa hann. Var heldur ekki að skyggnast eftir fólki, hvað þó einhverju slíku. Tók myndir ætlaðar til sannendamerkis villumennsku mannanna frá Mast. Þeir bændurnir myndu láta í sér heyra, stofnunin fengi það óþvegið
og væru hræin ekki fjarlægð því snarasta yrðu myndirnar sendar á fjölmiðlana. Hvarflaði heldur ekki að mér að eitthvað annað geti legið þarna líka, hvað þá undir þeim. Hann minkar myndin á skjánum 7 dauðar kindur sem liggja í hnapp hverju fyrir aðra. Getur verið að þær hafi ekki mætt dauða sínum þarna þar sem þær liggja, heldur verið færðar þangað, hrúað saman. Hann skoðar umhverfið í kringum kindahópinn. Færir depilinn yfir á næstu mynd, horfir á jarðveginn sem lítur út fyrir að vera troðinn. En við öðru að búast, þeir hafa viljað fullvissa sig að allar væru dauðar. Gengið í kringum þær, troðið niður grasið, skilið eftir sér fótspor í sandborinn í möðrinni. En varla hafa þeir drepið mann leið og þeir drápu kindurnar fyrir slysni. Hljót hafa gert greinamenn á manni og kind. Þorsteinn bóndi veit ekki hvað hann á að halda, botnar ekkert í þessu. Eða nú alveg víst að fótur sé inn í þessum skóg. Hann færir depilinn aftur á myndina, þar sem reimaði skóri stendur undan kindinni upp í grjótnudungin. Stækkar hann eins og mögulegt er. Ekkert þennan skóg bendi til annars en að fótur sé inn í honum, ályktar hann. Takk fyrir. Takk fyrir það, Jón. Það verður bara að lesa áfram. Það er þennan skó. En yngstu höfundur rithöfundarlestinni þetta árið, Anna Karin Marinósdóttir, og eiginlega 20 Norðuríkur sem var stundan í Reykjavík núna ekki. Hún kom alveg sérstaklega austur fyrir lestina, bara svona eins og Jónas og Benni, stórhöfundarnir. Og hún var í skapandi sumarstarfi hjá Menningarstofu Fjarðabyggðar síðastliðið sumar og skrifaði bara heila í ljóðabók sem hún er búin að gefa út og heitir Kannski verður allt í lagi. Gjörðu svo vel, Anna Karin. Og takk allir sem að koma að hlusta á okkur. Þetta er ljóðabókin mín, Kannski verður allt í lagi, sem ég var búin að vera að skrifa aðeins lengur, en svo fekk ég tækifæri í sumar til að taka þetta allt saman og setja saman í bók sem ég gaf svo út. Ég ætla að lesa nokkur ljóð fyrir ykkur. Töflurnar í annarri hendi og síminn í hinni. Skjárinn lýsir upp andlitið mitt í myrkrinu. Hvað þarf mörg milligrömm af oxykontin til að drepa mannesku? Passaðu þig á hálkunni, segir þú. En ég ætla ekki út. Ég kemst ekki fram úr. Íbúðin er á fyrstu hæð, undir óendanlegum þunga, stál og steypa, ungbarnagrátur, matarlykt á ganginum. Það er myrkur úti og myrkur inni. Þögn. Ég sakna mömmu. Mér langar að gráta eins og unga barn. Ég ligg í sófanum, í rúmi alltaf myrkur og unga barnið á efri hæðinni hættir aldrei að gráta. Ekki ég heldur. Þegar hafið súra hafið bankar á dyrnar, fiskurinn er búinn. Skógareldarnir hafa gleypt síðasta tréð. Hitabylgjur helsta dánarorsök. Árfarvegirnir eru tómir, brunnirnir líka. Grunnvatnið er búið, olían líka. Börnin mín munu aldrei sjá jökla eða nashyrninga. Hvað þá? Sitja hjá og deyja út. Ágengar hugsanir, kríur. Ég veit að þær munu aldrei meiða mig, en samt set ég húfuna upp og prik upp í loftið. Í hringekju sjálfsvígshugsana, ég á ekki heima hér. Fallturni sem fellur aldrei,
Ég get ekki andað. Vatnsrennibraut sem tekur engan enda. Af hverju er ég svona viðkvæm? Fer hring eftir hring, hangi í lausu lofti, drukkna í eigin tárum. Hringekjan stöðvast. Mér langar ekki að deyja. Fallturnin fellur. Kannski verður allt í lagi. Vatnsrennibrautin tekur enda. Það er allt í lagi að gráta. Ég stóð upp, þurrkaði tárin og labbaði heim, en ég kannaðist ekki við húsið. Húsið var tómt, allt á röngum stað. Myndirnar á hvolfi, klósett út á miðju gólfi, en ég horfði út gluggann og fjallið var á sínum stað. Að minnstakosti er fjallið á sínum stað. Og svo síðasta ljóðið sem ég ætla að lesa í dag. Ég vaknaði í morgun, fjörðurinn spegilsléttur, logn, fuglasöngur, léttskýjað og allt var fyrirgefið. Lægðirnar, stormarnir, rauðu viðvaranirnar, hálkan, óvissan, myrkrið, gleymt og grafið, grafið og gleymt. Takk fyrir. Takk fyrir hann, Karin. Við höfum örugglega ekki það síðasta sem við hefum frá þér á þessu sviði, heyrist mér. En ég þakka höfundunum fyrir sem eru búin hér með fyrri hálfleik í þessu. Nú skulum við taka okkur svona 10 mínútna hlé og ykkur gerst að færa á að kaupa bækur og fá áritanir og svona. Svo höldum við áfram og förum í lávarðardeildina og eftir hana geta menn síðan farið niður og fengið sér kaffi og veitingar niður í Klausturkaffi. Þannig að svona áður heldur en að, já, þegar við erum búin að slá botnin í þetta hér á öðru hæðinni. En tökum okkur 10 mínútna pásu núna. Þakka sérstaklega Jónas og Benníu fyrir að kveðja okkur núna í hléinu. Takk fyrir okkur. Já, þá skulum við bara halda áfram. Það ég ætla bara að taka það fram að það þau Hjalti og Heiður eru að taka upp fyrir N4. Þannig að það að gera þátt rithöfundarlestin á Austurlandi sem verður á N4 í byrjun desember einhvern tímann. Þannig að það svona verður auka kynning fyrir höfundana út úr því og sömuleiðis líka bara að kenna þetta metnaðarfulla verkefni okkar hér fyrir austan. En þá svona, já, ég var að grínast með þetta með lávarðardeildina en það svo sem ekkert grín. Þetta eru miklu lágverðir sem verða hér í seinni hlutana hjá okkur og Norðfirðingurinn Smári Geirsson, hann náttúrulega einn af þeim sem hafa varið drjúgum hluta ævisennar í að skrifa sögu Austfjarða og lagst í mikla heimildavinnu fyrir ritun sagnfræðilegra doðranta. Og árið 2015 þá náttúrulega kom út bókin Stórhvalaveiðar við Ísland til 1915 og hún var nú tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna. Í ár þá kemur enn stærra verk frá Smára sem hefur tekið mörg ár í vinnslu og það er Fáskrúðsfjarðarsaga í einum 3 bindum sem Hólar gefa út. Og Smára ætlar að gefa okkur smá innsýn í þetta stórvirki sitt. Smára, eitthvað svo vel. Já, það alltaf gaman að koma hingað. Skrifklaustur. Hér ákveðin svona stemming. Ég ætla nú ekki að lesa þetta allt. Hins vegar alltaf í mestu vandræðum með að velja hvað ég á að lesa. Ég að hugsa að lesa núna kafla verslunarmál sem ég hef ekki lesið áður hér í lestinni. En áður ég byrja þá ætla ég að koma á framfæri viðhorfum mínum varðandi byggðasögurit.
Ég er þeirrar skoðunar að Austfirðingar þurfa að standa sig betur í þeim efnum. Auðvitað er þetta misjafnt eftir byggðarlögum, en það er virkileg þörf á því víða að taka til hendinni. Ég hef stundum sagt að fólk skilur ekki samtímann ef það þekkir ekki söguna. Og ég held að það sé afskaplega mikilvægt, ekki síst fyrir sveitarstjórnum, en ég þekki þá suma, að hugsa þessi mál og svona taka til hendinni í þessum efnum. Það var tekin ákvörðun það árið 2010 að skrifa Fáskrúðsfjarðarsögu. Þá var ég hins vegar á leiðinni til Noregs að hefja vinnu við Falmýrisögu og það var alveg ljóst að ég myndi ekki byrja á þessu verkefni strax. En einhverja hluta vegna þá vildu menn samt gera samning ritunarsöguna og tryggja það að af þessu yrði. Hvalveiðisagan kom síðan út 2015 og það var fyrst eftir það sem að vinna við Fáskrúðsfjarðarsögu hófst fyrir alvöru. Nú er þetta sem sagt komið út og ég ætla að lesa fyrir ykkur kafla verslunarmál. Á einokunartíma þá sóttu Fáskrúðsfirðingar verslun til Stóru Breiðuvíkur í norðanverðan Reyðarfjörð. Það var talsvert fyrirtækja. Það var talsvert fyrirtækja þar í búð, eins og við segjum. Nú síðan kom hann í lög 1878, lög fríhöndlun, og þá er verslunin færð frá Stóru Breiðuvíku inn á Eskifjörð og þá verður Eskifjörður verslunarstaðurinn fyrir Fáskrúðsfirðingar verslanir. Og eftir það, þá er í reyndinni verslunin í landinu tvískipt. Annars vegar eru löggildar verslunarhafnir og hins vegar þær hafnir sem einungis höfðu sveitaverslanir. Og þegar við hefjum söguna, þá er Fáskrúðsfjörður eða búðir, Búðaströnd í Fáskrúðsfirði, einungis höfn með sveitarverslun, en hins vegar er Eskifjörður löggilt verslunarhöfn, löggiltur verslunarstaður, sem við sögum. Og hver var munurinn á þessu tvennum? Jú, skip sem komu til landsins með vörur og annað fyrirtæki frá útlöndum, þau komu fyrst og fremst á löggiltar verslunarhafnir. Og svo var annað sem á mörgum fannst skipta rosalega miklu máli. Það var einungis heimilt að selja brennivín á löggiltum verslunum. Þetta var náttúrulega stórmál. Nú ætla ég að hefja vesturinn. Þegar sveitaverslanir höfðu fest sig í sessi á Búðaströnd, þótti eðlilegt að fara þessu leit að búði fól frumvarpið í sér löggildingu 3 staða. Haukadals í Dýrafirði og Vogavíkur í Gullbringusýslu, auk Búðastrandar. Flutningsmenn frumvarpsins voru 3, en Fáskrúðsfirðingurinn Jón Ólafsson var fyrsti flutningsmaður. Í frumvarpinu var tiltekið að löggiltur verslunarstaður skyldi vera á Búðaströnd við svokölluð Vatneshús og út frá þeim norðanvert austan fram með Fjarðarbotni. Nokkrar umræður urðu frumvarpið og voru þær dæmigerðar fyrir samskonar frumvarp á þeim tíma. Sumir þingmenn töldu nauðsynlegt að fjölga löggiltum verslunarstörfum á meðan aðrir töldu það óþarfa. Fylgjendur fjölgunar töldu að gera ætti verslun aðgengilega sem flestum, en andstæðingarnir álitu að fjölgun verslunarstaða myndi veikja helstu kaupstaði landsins og það væri ekki til góðs. Þá bentu andstæðingarnir á
að ef verslun yrði gerð öllum aðgengileg, ykist hættan á að menn keyptu óþarfa, auk þess sem reynslan sýndi að á verslunarstofunum söfnuðust menn saman, eyddu tíma sínum til einskis og hneigðust jafnvel til drykkjuskapar. Þegar frumvarpið var rætt, var brennivínsölu sérstaklega á góma, en einn andstæðingur frumvarpsins taldi að varhugavert væri að löggilda verslunarstaði á þeim fjörðum sem franskar skútur leituðu helst til. Jón Ólafsson svaraði þessu með svofelldum orðum og talaði þá fyrir eystra. Þekki ég þá staði þar sem Frakkar koma einna mest, Fáskrúðsfjörð og Norðfjörð, að þar koma þeir á brennivínsölu í leyfisleysi. Og svo mun vera víðar þar sem þeir koma. Og það er lítt mögulegt að hindra ólöglega verslun við Frakka á þeim stöðum þar sem þeir koma, því að flestallir bændur í nánd komast vart undan að hafa viðskipti við þá. Hið besta ráð til að afnema þessa óleyfilegu sölu er það að láta menn fá löggiltan stað sem þeir geta haldið sér til með sín vínkaup, því þar með hverfur freistingin og jafnvel möguleikinn til ólöglegrar sölu. Við lok 3. umræðu í neðri deild þingsins var frumvarpið samþykkt með 13 atkvæðum gegn 3, en efri deild felldi hins vegar frumvarpið umræðulaust með 6 atkvæðum gegn 3. Þar með var umrætt frumvarp úr sögunni. Margt bendir til að Fáskrúðsfirðingar hafi verið sáttir við þessa niðurstöðu. Hinn 27. mars árið 1886 var haldinn almennur fundur á Kolfreyjustað á vegum hreppsnefndarinnar sem meðal annars fjallaði verslunarmálin. Spurt var á fundinum hvort hreppsbúar vildu senda bænaskrá til Alþingis á komandi sumri að fá Búðaströnd löggilta til verslunar, en Otto Vartne, kaupmaður og útgerðarmaður á Seyðisfirði, hafði farið fram á það. Otto Vartne var þarna kominn með umsvif á Fáskrúðsfirði líka. Eftirfarandi var bókað á fundinum. Eftir langar umræður aftur og fram samþykkti fundurinn í einu hljóði að hann vildi öngva vínsölu í hreppnum og þannig öngva löggilta verslun í hreppnum. Þessi síðasta setning samþykkt með 17 atkvæðum gegn 9. Árið 1887 var hann nýlagt frumvarp á Alþingi löggildingu verslunarstaða Búðum. Frumvarpið vakti umtalsverða athygli og umræður, en Jón Ólafsson var einn flutningsmaður. Allt bendi til að með samningu frumvarpsins hafi Jón tekið fullt tillit til sjónarmiða heimamanna hvað áfengisverslun varðaði. Frumvarpið var svofellt. Í Búðalandareign skal vera löggildur verslunarstaður á Búðaströnd við Fáskrúðsfjörð. Eigi veitir þó löggildingum að þó svo að Búðaströnd yrði löggildur verslunarstaður fengist þar ekki heimild til söluákvæði að ekki komið fram fyrir. Það er einnig athyglisvert að flutningsmaðurinn taldi 2 árum áður að mikilvægt væri að löggilda verslunarstaður Búðaströnd til að koma í veg fyrir ólöglega verslun með áfengi og tryggja löglega sölu drykkjarna. Staðreyndin er svo að Jón Ólafsson skipti oft skoðun á hinum ýmsum málum og ávallt voru skoðanir hans afgerandi. Þegar hann lagði fram frumvarpið löggildingu verslunarstaðar á Búðum árið 1887 var hann í bindindisham, en því fór fjarri að hann væri ávallt bindindissinnaður. Hér skal birtur hluti af ræðu flutningsmanns frumvarpsins þegar það var lagt fram í efri deild þingsins. Það hefur legið hér áður fyrir bænaskrá á fleiri þingum að fá löggildingu á þessum stað. Nú hafa hinir sömu beiðendur ítrekað bæn sína og enn á ný sent bænaskrá til þingsins. Orsökin til þess er sú að í næsta kaupstað er erfitt að sækja fyrir héraðsbúa. Sjóleið þangað löng. Það er óhætt að segja að þangað koma á annað 100 skipa árlega
og veldur þessi aðsókn ekki litlum viðskiptum. Hérfið bætist að Búðaströnd er einhverjum ágætasta höfn og leiðir þar að hún er aðalstöð fyrir útlend fiskiskip við Austurland. Sú ástæða gegn frumvarpinu að enginn muni vilja byggja þar eða versla ef eigi verði þar höfð brennivínsala hefur eigi fælt mig frá að orða það eins og ég hef gjört. Því einmitt frá ýmsum hinnum sömu beiðendum liggja frammi fyrir þinginu bænaskrár á lestrarsafnum takmörkun á vínsölu og hækkun tolls á alls konar áfengum drykkjum. Í umræðum frumvarpið kom fram að ýmsir þingmenn gátu ekki greitt því atkvæði vegna ákvæðisins vínsölu. Bentu þeir á að ef það yrði samþykkt myndi skapast ósamræmi í löggjöfinni og eins vöktu þeir athygli á því að bænaskrá Fáskrúðsfirðinga löggildingu verslunarstaðar á Búðum væri hvergi getið að þeir færu fram á undanþágu hvað varðaði vínsölu. Jón Ólafsson svaraði þessu fullum hálsi og benti á að andstæðan við vínsöluna kemur fram í öðrum bænaskrám eins og fyrir greinir. Þá sagði hann eftirfarandi: Ég þekki héraðsbúa þar svo vel að ég er viss að þeir vildu eigi löggildinguna eftir vissu að af því fylgdi að hver sem vildi fengi leyfi til að setja þar upp verslun með áfenga drykki handa frökkum, sem þá myndu veltast hundruðum saman blindfullir út yfir sveitina, eins og önnur Egyptalandsbláa. Þeir óska ekki að innleiða í sveit sína óreglu og brennivínsölu. Vissulega var rætt aðra þætti löggildingarinnar á þinginu, en brennivínsumræðan var þó í aðalhlutverki. Skorað var Jón að breyta frumvarpinu þannig að brennivínsskottið yrði fellt út, en hann þverneitaði því. Þingmenn efri deildar hleyptu frumvarpinu áfram til annarrar umræðu í þeirri von að Jóni snerist hugur, en að því kom að Jón lýsti því yfir að hann myndi greiða atkvæði gegn frumvarpinu ef það fæli í sér heimild til vínsölu. Í lok annarrar umræðu í efri deild var gengið til atkvæða frumvarpið og var það fellt með 8 atkvæðum gegn 3. Þar með lauk annarri tilrauninni til að gera Búðaströnd að löggiltum verslunarstað. Enn og aftur var lagt fram frumvarp um löggildingu Búða sem verslunarstaðar árið 1893. Flutningsmaður frumvarpsins var Guttormur Vigfússon, þingmaður Sunnlendinga. Frumvarpið var einfalt og svohljóðandi: á Búðum í Fáskrúðsfirði skal vera löggiltur verslunarstaður. Fram kom í ræðu flutningsmanns þegar frumvarpið var lagt fram í efri deild þingsins 12. júlí 1893 að hann hefði tekið að sér að flytja það fyrir áskorun ýmissa kjósenda og eins fyrir beiðni Baggs verslunarstjóra. Sagði hann að þegar væru starfandi 2 sveitarverslanir á Búðum og væri þar svo mikil umsetning að víða væri hún ekki meiri á löggiltum höfnum. Síðan spurði hann: er þá nokkur ástæða til að löggilda Búðir sem verslunarstað, fyrst verslun þar svo blómleg nú þegar? Og hann svaraði spurningunni sjálfur með skýrum hætti: já, af því að meðan þar ekki löggiltur verslunarstaður, þá lítil von fyrir siglingum á þennan stað. Það fást heldur ekki að súrefluð skip á ólöggiltar hafnir. Það kann samt að vera, en miklu síður á ólöggiltar en löggiltar. Öll líkindi eru til, ef þessi staður yrði löggiltur, að meiri uppsigling yrði á staðinn og fleiri. Þá er enn ein ástæða sem mælir með því að Fáskrúðsfjörður verði löggiltur. Nefnilega svo að ég þykist fullviss að undir eins og það er orðið verður hann aðal viðkomustaður fyrir gufuskipin til ómetanlegs hagnaðar fyrir alla Suðurfirðina. Því frekar sem Djúpivogur og jafnvel Eskifjörður hafa aldrei verið vel séðir á
á ferðaáætlun hinna dönsku gufuskipa. Að lokinni ræðu flutningsmanns var frumvarpinu vísað til 2. umræðu. Við 2. umræðu sem fram fór 14. júlí tók einungis flutningsmaður til máls. Hann sagðist hafa litlu að bæta við það sem kom fram í ræðu hans við 1. umræðu, en vildi þó koma því á framfæri. Ég hef fengið betri skýringar niðurgerð í höfninni. Það er nú þegar svo góð bryggja að við hana er vanalega lagt fjárflutningaskipum þeim sem fara hér á milli og Skotlands. Málinu var vísað til 3. umræðu í efri deild og afgreitt í einu hljóði þaðan til neðri deildar 17. júlí. Neðri deild tók frumvarpið fyrir og var það afgreitt án umræðu sem lög frá 8. júlí 1893. Einhugur ríkti í deildinni afgreiðslu frumvarpsins, en hún samþykkti það með 21 samhljóða atkvæði. Málið var síðan sent landshöfðingja og voru lög löggildingu verslunarstaðar og búðum í Fáskrúðsfirði undirrituð í Amalíuborg í Kaupmannahöfn 24. nóvember 1893. Takk fyrir mig. Takk fyrir Smári. Það er víst eitthvað aðeins meira mál, lesmál sem í þessum ritum, heldur en hann hér kom fram. En skemmtilega skrifað, heyri maður. Ragnar Ingi Aðalsteinsson, hann er borinn og barnfæddur jökuldælingur, Brekkukyni, og stundaði auðvitað kennslu áratugaskeið og hefur sent frá sér óteljandi kennslubækur íslenskt mál, fornsögurnar og bragfræði og eitt og annað. Og fáar ljóðabækur hafa nú síðan einnig komið úr hans ranni. En þetta árið þá kemur hann nálægt útgáfu sennilega 4 bóka sem að er nú býsna gott. Þar ber nú trúlega hæst Líkið er fundið, sagnasamtíningar Jökuldal sem að Hólar gefa út. En auk heldur að þá ritstýrir hann Hefni kveðskapar Skáldrósu sem að kemur út hjá bókaútgáfunni Sæmundi og ritstýrir einnig ásamt Magnúsi Stefánsinni kvæðasafni systkinanna frá Heiðarseli í Jökuldalsheiði sem að Félag ljóðahöfunda á Austurlandi gefur út í ritröðinni Austfirsk ljóðskáld. Og svo þar að ekki að þá gáfu þau hjónin Ragnar Ingi og Sigurlína Davíðsdóttir saman út bókina núna rétt daginn. Sigurinn liggur í uppgjöfinni, eins konar uppskriftarbók byggð á viðtölum við 50 einstaklingar sem hafa náð að halda sér vímulausum í 5 ár eða lengur. Þannig að það er af ýmsu að taka en allavega hann að leyfi nú Ragnar okkur kannski heyra eitthvað af jökuldælingum og kannski Skáldrósu. Sjáum hvort eitthvað fleira flýtur með. Ragnar, gjörðu svo vel. Komið sæl, heyrist eitthvað í mér? Já. Þið eru svo langt frá, sko. Síðast þegar við vorum að lesa þá stundum maður að vera alveg þetta eru alls konar tekníkir í þessu. Það er gaman að vera komin hingað. Ég þakka fyrir að fá að vera hér. Ég ætla nú kannski að því að var að tala um þessa bók hann Skúli, þessa bók okkar Sigurlínu, að nefna hann, ég er ekki með hana hérna, hún er nú þarna frammi til að hún er auðvitað til sölu og kostar 3.000 krónur. Þetta er, eins og hann segir, þetta er uppskriftar-bók, ekki með, þetta er uppskriftar-bók, ætla ég að segja, með R-í. Þetta er ein uppskrift. Það er uppskrift af því hvernig maður getur orðið edrú. Og við unnum hana með viðtölum, eins og segir, við 50 manns sem hafa náð árangri og þetta er síðan þemagreitt og unnið víslega. Kona mín kenndi aðferðafræði í nærri 20 ár við háskólann og hún er sérhæfð í þessu og vann þetta af mikil samviskusemi og sú bók er gerð til þess að leiðbeina þeim sem eru í vandamálum með að losa sig við
svona ýmsaslæma venjur. Förum ekki nánar út í það. En ég ætla fyrst að nefna þessa bók hérna núna. Þetta heitir Skáldrósa, heildarsafn kveðskapar. Þarna vorum við að taka saman allt sem Skáldrósu hefur verið eignað og það náttúrulega oft og tíðum ekkert sérstaklega auðvelt að finna út úr þessu. Skáldrósa fæddist 1795 og dó tæplega 1855 og eftir hann að liggja 2 ljóðabréf og svo lausavísur og það nánast ekkert ef nokkuð til eftir hana í einhandarriti. Þetta tengt saman hér og þaðan og ég get tekið sem dæmi hér fyrstu vísun í bókinni sem að eru nú löngu orðin sameign þjóðarinnar. Hún svona, hjá Brynjólfur frá Minnanúpi var svona ein af mínum aðalheimildum og bók hans þetta efni og hann birtir þessa vísu og þar hún svona: Augun mín og augun þín, ó þá fögru steina, mitt þitt og þitt mitt, þú veist hvað ég meina. Guðrún B. Helgadóttir sendi frá sér merkilega bók sem heitir Skáldkonur fyrir alda og þar langur kafli Skáldrósu og þar vísan svona: Augað mitt og augað þitt og þá fögru steina, mitt þitt og þitt mitt, þú veist hvað ég meina. Gísli Kolbeins, sér Gísli Kolbeins á ágæti maður, hann tók saman bóku Skáldrósu, heljarmikla bók, mjög vandaða og aflaði heimilda víða, gerði þetta mjög vel. Þar þessi vísa og þá hún svona: Augun mín eru eins og þín með ofurlitla steina. Ég á þín og þú átt mín, þú veist hvað ég meina. Það ekki nokkur vegur að fá endanlega botn í það hver gerðin rétt. En ég var nú nefna þetta hérna, Valdimar Guðlaugsson heitir maður eða hét sem skrifaði grein í Morgunblaðið 1965 þar sem hann greinir frá því að amma hans í móðurætt var Þóranna Rósa, dóttir Skáldrósu. Og hann segir að hún hafi kennt honum þessa vísu og þar hún í sömu gerð og Gísli með hana: Augun mín eins og þín. Það svona vísbending í þessa átt kannski, einhver vísbending. En þetta verður semst aldrei vitað með vissu. Trega ég því manna mest metta tára flóði, ó að við höfum aldrei sést, elsku vinurinn góði. Þetta segir Brynjólfur að Rósa hafi beðið til Páls Melsteð þegar hún flutti frá Ketilsstöðum. Páll Melsteð var sýslumaður hérna á Ketilsstöðum og öllum. Og Rósa var þar tíma vinnukona. Og þar kynntist hún Ólafi manni sínu fyrir manni sínum. Langt síðan sá ég hann, sannlega fríður var hann, allt sem prýða má einn mann mest af líðum bara. Þetta falleg vísa og velgerð. Og Brynjólfur segir að þetta hafi Rósa kveðið til Páls, löngu eftir að þau voru skilin að skiptum. Það ástarævintýri þeirra var mjög umtalað. Það sagt að þegar þau voru ung, þá hafi þau fellt hugið saman. Hann var þá ritari Amtmanns á Möðruvöllum, Rósa alin upp í Fornaða sem það rétt hjá og var í vist á Möðruvöllum af og til og þau kynntust og það var sagt að þau hafi orðið ástfangin en það var ekki gott við að gera. Páll Melsteð var tilheyrði höfðingjastéttinni, hann var ritari Amtmannsins á Möðruvöllum og átti barn með dóttur hans Önnu Sigríði og það ekkert ástand til nám þegar Kaupmannahafnartalið lokið. Og hann valdi sem sagt Önnu Sigríði og embættið og Brynjólfur Minnanúpi segir að Rósa hafi skilið þetta og fyrirgefa honum og haldið svo bara áfram með elska. En þetta, það ein vísa sem að þið kannist eflaust við sem að segir að
sem segir að Rósa og Páll Melsteð hafi hist einhvern tíman löngu seinna og þá hafa hann eitthvað lítið vilja kannast við hann og þá orti hún manni okkar fyrir fund, forð og ostin réni, nú er svo hundur hund hitt og tógu grein. Ég hef stundum vitnað í þessa vísu og við höfum slikið svolítið væntum hana. Ég nefnilega hef séð hund á tógu grein. Ég veit ekki hvað margir hafa upplifað það. En þeir sem hafa séð hund á tófugreini þeir leggja kannski svolítið sterkari menningu í þetta, skilja þetta betur. Því að hundar, já, það eru óskaplega tilþrif þegar þeir koma í lyktina af tófunum. En skáld Rósa, hún átti það fram yfir önnur ljóðskáld, flest held ég, öll sem ég veit minnskosti, að síðasta vísan sem hún orti, sem er síðasta vísan hér í bókinni, hana orti hún eftir að hún dó. Það gera aðri betur. Það segir að Rósant Berthold hét sonur Rósu og hann tók sér mjög nærri þegar hann frétti af skotsbónum og móður hans væri dáinn, tók það mjög nærri sér og óttaðist andlega velferð hennar. Hann dreymdi þá eina nótt að hann heyrði þrjár huggandi og hughreystandi vísur kveðnar með glaðlegum rómi móður sinnar við gluggann sinn. Eftir á mundi hann aðeins síðustu vísuna sem að hér birtist. Saga segir að honum hafi létt nokkuð við þetta, einkum vegna þess að honum hafði upphaflega verið sagt að hún hefði dáið á Staðarbakka, en hún leiðrétti það í vísunni sem reyndist seinna að vera rétt. Vísan er svona: á hausti fölnar rósi rauð, reifu hvítum hjúpi, móðir þín í drottni dauð dó á stóra núpi. Og þetta var á þeim tíma þegar menn fóru ekki í farsíman eða googluðu og hann hafði frétt þetta sem sagt eitthvað staðar að, hún hefði dáið á Staðarbakka. Svo komst hann að því seinna að þetta var rétt sem hún hafði sagt. Þetta heitir víst Efri Núpur í dag. En ég ætla ekki að tefja tímann, ég er með aðra bók hér sem heitir Líkið er fundið og eins og ég er alltaf að taka fram, þetta er ekki sakamálasaga, þó að titillinn sé svona skuggalegur. Þetta heitir, undirtitillinn er Sagnasamtíningur af Jökuldal og það var svolítið gaman að vinna þessa bók. Sumar þessar sögur hafa fylgt mér alla mína ævi og ég er að verða áttræður. Þannig að sumar eru frá landnámsöld og sumar af miðöldum og þetta er heilmikið safn. Sú síðasta sú yngsta er frá því fyrir nokkrum árum. En ég ætla að lesa svolítið um Jón á Hvanná. Jón Jónsson yngri var fæddur 1871. Hann útskrifaðist úr Mörvallaskóla með gagnfræðapróf vorið 1898 og í ágúst 1899 giftist hann Gunnþórinni, dóttur Kristjáns Jóhannssonar Graujes, bónda á Hvanná. Gerðist eftir það bóndi þar og áttu þeirra heima til æviloka 1960. Jón satt á þingi fyrir Norðurmálasýslu árin 1908 til 1911 og aftur 1914 til 1919. Oddviti Jökuldælinga var hann frá 1904 til 1954. Guðmundur Gíslason Hagalín, rithöfundur, var tengdasonur Jóns, giftur Kristínu. Hann satt stundum sveitarfundi þar sem Jón stýrði og lýsti þeim fyrir þeim sem hér skrifar, það að segja fyrir þeim sem hér les. Hann sagði mér þetta sjálfur upp í Borgarfirði. Fundurinn fór yfirleitt þannig fram, sagði Guðmundur, að Jón setti hann og bauð menn velkomna, tilkynnti stuttu máli þar sem átti að ræða og gaf svo orðið laust. Komu bændur upp hver eftir annan og var yfirleitt nokkuð heitt í hamsi, skömmuðu hver annan og Jón oddvita og sveitarstjórnina og rifust með fúkherðaflum og heitingum. Jón stóð upp eftir hverja ræðu, tók undir það sem sagt hafði verið án tillits til þess hvort hann var sjálfur skammaður eða einhver annar, skammaði svolítið og sagði þó gjarnan eitthvað á þessa leið:
Já, það var nú gott að fá þetta fram. Vissulega er eitthvað til í þessu. Stundum gekk hann lengra. Ég get ekki heilsugar undir það sem hún segir, góður. Síðan gaf hann næsta manni orðið. Meðan ræðurnar runnu fram hver eftir aðra og fúkir í flökum salinn, satt Jón í fullkominu hugaró og skrifaði hjá sér eitthvað sem var litið gátt út eins og fundargerð. Þegar á daginn leið þreyttust menn á látunum, enda búnir að ausa vel úr sér og Jón hafði tekið af vinsemd og skilningi undir allt sem sagt var. Reis Jón þó á sæti og sagði eitthvað í þess átt. Ég þakka ykkur kærlega fyrir góða þáttöku og áhuga að setja sín í þessu máli. Hér hefur margt komið fram sem vert er að skoða. Og það sem ekki hyggjast fleiri taka til máls að þessu sinni, þá legg ég til að við sameinumst þessa tillögu hér. Síðan las Jón upp það sem hann hafði dundað við að setja saman meðan á fundinni stóð og það var yfirleitt samþykkt samhljóða. Þannig stjórnaði Jón og Hvanna á jökuldælingum í 50 ár. Jón og Hvanna átti mörg skemmtileg og óvenjuleg tilsvör og sitthvað kom upp á sem aldrei gat ágreiningi innan sveitarstjórnarinnar. Þegar Sigurður Þorsteinsson leitaði eftir því að flytja með sína stóru fjölskyldu í Tegasel kom það málinn á borð Jóns oddvita sem tók því fagnandi og gerði allt hvað hann gat til að greiða götu Sigurðar á allan hátt, enda fór svo að þau hjón settust þar að og komu sér fyrir með barnahópinn. Þegar þetta gerðist voru erfiðir tímar og hreppsnefndarmenn brugðust ókvæða við þegar þeir fréttu af þessu, töldu verulega hættu á að sveitarsjóður yrði fyrir búsifið með þessu fólki. Einhverjir þeirra gerðu sér ferð í Hvanná og spurðu Jón hvers vegna í ósköpunum hann hefði ekki borið þetta undir sveitarstjórn. Jón átti það til að stama svolítið meira en venjulega þegar hann var mikið niðri fyrir, en svarið var gefið í fullri hreinskilni og ekki dregið undan. Það var ekki hægt. Þið hefðu aldrei samþykkt það. Já. Það. Lesa eina stutta sögu af dalnum skemmtilega. Þórður Þórðarsson bóndi á Gauksstöðum og Jökuldal var greindur maður og viðlesinn. Hann var einhleypur og bjó lengst af einn. Þórður var framfarasinnaður og var fljótlega búinn að koma sér upp bæði vörubíl og jeppa. Þótti jökuldælingum þetta nokkur tíðindi og fylgdust grannt með búskap Þórðar. Sá ljóður var þá á ráði hans að hann var yfirlýstur kommunisti. Þetta þótti jökuldælingum algjörlega afleitt. Þar í sveit bjuggu framsóknarmenn og sjálfstæðismenn og þeir rifust gjarnan pólitík á góðu stundum, en þeir gátu þó staðið saman gegn sameiginlegum óvinni og kommunismi var að þeirra mati stórhættulegur. Bóndi á Efradal vann skeið við skólabyggingun og Skjóldólsstöðum og fylgdist þá vel með því sem gerðist handan árinnar. Þegar hann kom heim, sagði hann eftirfarandi sögu af búskap Þórðar. Þórður leggur vörubílnum í annað túnhliðið og jeppanum í hitt til þess að hestarnir fær ekki túnið, síðan ferðast hann gangan. Eftir nokkra þögn bæta við, svona búið þessu kommunistar. Aðalsteinn Jónsson á Vaðbrekku var einhver sinni staddur á Hákonustöðum og satt á tali við Jónínu Rustíkusdóttur, húsfreyju þar. Aðalsteinn segir þá við Jónínu: einu sinni var ég hugsa að læra til prests. Heldur þú ekki að ég hef ekki orðið nokkuð góður prestur? Jónína hugsaði sig augnablik og sagði svo: jú, ég held að þú hefur alveg ekki orðið góður prestur. Þú getur bæði logið og klæmst. Svo ég semt skemmtileg saga Gunnar á Forsvöllum. Gunnar á Forsvöllum var frægur fyrir skemmtilega sögur sem hann spann upp á mikilli hugkvæmni. Hann var fulltrúi á aðalfundum kaupfélags héraðsbúa í tíð Þorsteins Jónssonar kaupfélagsstjóra. Að loknum fundunum brugðu menn gjarnan á léttara hjal og sögðu sögur. Þorsteinn tók sig eitt sinn til og kvaddi sér hljóðs við það tækifæri. Dró hann upp 50 króna seðil sem þá var allmikið fé og sagði hátt og snjallt: sá sem getur logið mestu á stystum tíma fær þennan seðil.
Gunnar brost við leið og Þorsteinn hafði sleppt orðinu og sagði: Ég get ekki tekið þátt í þessu, Þorsteinn minn, ég hef nefnilega aldrei logið á ævi minni. Gunnar fékk seðilinn umsögða. Ég ætlaði svo að lesa hér. Já. Sigfús Finnsson var prestur á Jökuldal, satt Hofteig 1815 til 1846. Í þjóðsögum Sigfúsar Sigfússonar segir að þetta sem hér verður lesið sé dæmi ræðustú sem hann hélt í kirkjunni drukkin og áttu honum þá að vera mikið í skapi. Ræðustúfurinn hljóðar þannig: Varið ykkur nú, elskuleg Guðs börn, því að nú tek ég að herða mig. Búkonan tekur mjólkina, lemur hana, rekur hana, skekur hana. Síðan aðskilur hún hið æðra frá hinu óæðra, nefnilega smérið frá ávonum. Ávonum hellur hún í sáinn, en smérið lætur hún upp á sína búrhillu. Eins fer Guð með oss, hann lemur oss, rekur oss og skekur oss með sinni himnesku krossbullu. Svo skilur hann hið æðra frá hinu óæðra, nefnilega sálina frá líkamann. Líkamann leggur hann í gröfina, en sálina lætur hann upp á sína himnesku búrhillu. Já, mínir elskanlegir, þegar ég hjá Guði mínum í dýrðinni sé yður hrapa beint niður til helvítis, já, eins og lambaspörn ofan eftir harðri hjartfönn, þá segi ég, fjandinn gef ykkur það. Ykkur var nær að hlýða mér betur þegar ég var að messa fyrir ykkur í Hofteig. Ég ætla að enda þessa lestur hér á stuttri sögu viðhald bíla og löggæslu á Efradal. Þetta byrjar á vísu, stuttri, ferhendu. Einn fer dalinn, ör og glaður, allt þar í stíl, próflaus og ölvaður ökumaður á óskoðuðum bíl. Jökuldal gjarnan í daglegu tali skipt í tvennt, annars vegar talað Efradal og hins vegar Útdal. Skilin Gilsá, þar sem þjóðvegur 1 liggur ofan á fjöllunum. Þjóðvegurinn liggur svo út dalinn yfir Jökulsá út við Selland, þar sem Jökuldal lýkur og Jökulsá hlíðin tekur við, og þar stefnir hann til suðausturs í átt að Egilsstöðum. Þeir sem búa á Efradal hafa lengst að verið lausir við allt sem heitir umferðarlögregla. Lögreglumenn halda sig á þjóðvegi 1 og skipta sér yfirleitt ekki af því sem gerist á fáfarnari leiðum. Efradalingar gátu þess vegna að spara sér heilmikil útgjöld vegna bílaviðgerða. Villisjepp á bæjanu þar upp frá var þekktur undir nafninu Grafningur. Það heiti kom til að því umsjónarmaður bílsins, sonur hins skráða eiganda sem ók ekki bíl sjálfur. Hann ók gjarnan út að Gilsáni og lagði bílnum þar í upptóknuðu lækjarfarvegi, þar sem að sást ekki frá þjóðvegi 1 og gekk svo út á þjóðveginn í veg fyrir rútuna. Grafningur var dugnaðarbíll en viðhaldinu var nokkuð ábótavant. Hann var til dæmis aðeins með bremsur og einu hjóli, vinstra framhjóli. Og þess vegna þurfti alltaf að beygja til hægri þegar bremsaði. Þetta kom hins vegar ekki sök, sagði ökumaðurinn, vegna þess að það var engin lögregla á Efradal. Gísli Pálsson og Aðalbóli og frændi hans Pálmi Indriðason og Brú voru á árum áður þekktir fyrir það að fá sér stundum ótæpileg í tána. Svo fór þó að lokum að þeir hættu báðir að drekka og urðu stakir bindindismenn og áfengadrykki. Árið eftir að þeir breyttu þannig lífsvenjum sínum til hins betra voru þeir í fjárrægi og þurfti að flytja nokkrar kindur á bíl ofan úr Hrafnkirkju út í Klaustursel. Þá gerðist þá fáheyrði atburður að lögreglumenn úr umferðardeildinni óku upp á Efradal. Sagan segir að þeir hefðu verið að leita gæsaskittu sem lá undir grunum að hafa skotið á aðra gæsaskittu sem auðvitað óásættanlegt. Einhvers staðar á mótsi grund mæta þeir þeim frændum sem voru á gömlum og margvíkjarum bíl að flytja kindurnar. Lögreglumenn veitti því athygli að bíllinn var ekki með númer
og stöðvuðu þegar í stað þetta ökutæki og tóku það í skoðun. Töldum við þeir nú upp fyrir þeim frændum hvert atriðið eftir annað sem var í ólagi og urðu vandlætingar fyllri eftir því sem athugasemdunum fjölgaði. Að lokum stóðst Pálmi ekki mátið og segir við lögreglumennina: "Þetta er ekki mikið. Þið hefðu átt að koma hér í fyrra." Lögreglumenn spurðu á móti hvað hann ætti við með því og Pálmi svaraði: "Þá hefðu við verið fullir líka." Gíslar Sláttutöðarnar, vinur okkar hér handan heiðarinnar. En Félag ljóðahöfunda á Austurlandi fékk auðvitað árið 2020 verðskuldaða viðurkenningu á degi íslenskrar tungu og ég leyfi mér að fullyrða að félagið á sinn þátt í því að við eigum eins marga austfirska höfunda og raun ber vitni. Magnús Stefánsson, hann hefur frá upphafi verið í forsvari fyrir félagið og borið hittan og þungan af starfsemi þessu útgáfu á bókum bæði ungskáta og velþekktra höfunda og hann ætlum að segja okkur aðeins frá útgáfu félagsins í ár og lesa úr bókum og svo mun Björn Ingvarsson einnig lesa úr þýðingum sínum á ljóðum Inúíta þar á eftir en sú bók kemur líka út á vegu félagsins. Magnús, hver þú er? Komið blessuð og sæl. Ég ætla að byrja á að fara með vatn hérna. Já, Félag ljóðahöfunda hefur gefið út nokkrar bækur. Þær eru reyndar núna varðnar 44 talsins. Fyrsta bókin kom út 1999 og það kom engin út svo árið 2000 en svo byrjuðum við árið 2001. 3 bækur gáum við út á þessu ári. Ég ætla að segja aðeins hérna frá 2 þeirra. Björn Ingvarsson segir frá þeirri 3. á eftir. Í maí kom út þessi bók hérna. Hún heitir Ekkert eitt. Hún er eftir 30 skáldkonu á Seyðisfirði. Hún heitir Sandra Ólafsdóttir. Hún er líka myndlistarmaður og hún hannaði kápuna á bókinni. Bókin kom út í maí en við héldum svo í 20. október þá héldum við kynningu á bókinni á Seyðisfirði í Herðubreið og þá hefði Sandra búið til 20 mínútna vídeóverk með ljóðunum og sýndi þetta verk á stóra bíótjaldinu í Herðubreið. Ljóðin eru flest tilfinningar hennar og hún hefur notað ritlist til þess að skrifa sig í gegnum erfiða reynslu og tilfinningar. Má fylgja hennar mögnuðu vegferð úr myrkrinu í ljósið við lestur ljóðana í þessari bók, segir hér í káputexta. Og ég ætla að lesa aðeins, bara grípa niður á 2 stöðum eða reyndar fyrra ljóðið sem ég les. Það er fremst í bókinni, þegar myrkrið var allsráðandi og seinna ljóðið segir aftur frá því þegar ljósið hefur sigrað. Höfuðið þungt á koddanum, hugsanir svo margar, næ varla andanum, hamfarir í hjartanum, mér er ískalt, efasemdir og ótti, sjálfshatrið tífalt. Flóðbylgja af tilfinningum sem festast og stoppa, djöflarnir komnir til þess að narta og kroppa. Toga mig af lakinu inn í speglasal, fullan af blekkingum
ég sé hangandi kaðar. Raddirnar segja mér að ég sé einskis virði. Kálaðu þig strax, svo þú hættir að vera byrði á fólkinu sem þú elskar mest. Hengdu þig, það veri best. Svona byrjar þetta. En svo lýkur bókinni með þessu ljóði. Þakklát fyrir svo margt, þær brautir sem ég fór skakt fyrir hugrekkið og tjáninguna, sigrana og þjáninguna. Allt hefur sinn tilgang. Lyklar með aðgang að vaknandi sál, líkt og brennandi bál. En það er svona ferðalags sem gefur mýkt og nýjan dag inn í batnandi heim. Ekkert við á móti þeim. Við erum öll eitt og saman getum við breytt þessum heimi í paradís. Það er það sem ég kýs. Ég er allt, ég er ekkert, eitt. Þetta var úr bókinni Ekkert eitt eftir Söndru. Á árið 2001 þá hófum við útgáfu á bókaflokk sem nefnist einfaldlega Austfirsk ljóðskáld. Og síðan hefur komið út ein bók í þessum flokk á hverju ári. Og svo 22. kom út bara núna fyrir hálfum mánuð, við fengum hana fyrir hálfum mánuð í Prinsmiðum. Og hún heitir Öræfanna andar svífa. Og höfundarnir eru 4. Það er systkinin frá Heiðarseli í Jökuldalsheiði. Þau voru þekkt hérna Austurland fyrir hagmælskuna. Þau hétu Einar Hjálmar, Sólveig Sigríður, Arnheiður og Hallveig Friðrika. Þau elstu voru fædd þegar fjölskyldan flutti í Heiðarsel, en þær Arnheiður og Hallveig fæddust í Heiðarseli. Ég ætla að lesa hérna nokkur ljóð, aðallega þó lausavísur eða styttri ljóð, tímans vegna. Þá valdi ég það, frekar en að lesa örfá lengri ljóð. Og Einar var elstur, þess vegna er hann fremst í bókinni. Einar elstur, svo Sólveig, Arnheiður og Hallveig. Og fyrsta erindið heitir Lýðræði. Lýðræði skal miðað við málstað hinna ríku, svo mammon geti óhindrað stigið sérhvert spor. Rangsleitnin er mögnuð og rennur ekki af hólmi, þó reikningi sé let. Svo staka. Þó að heimsins gott sé gjald og gullið auki framan, í lokin fúið ferðatjald, flestir brjóta saman. Lestamaður kvaddur. Aldinn einstæðingur er til moldar genginn. Vinnugarpur var hann, vökufús og trúr. Hægir sessir höfðu honum aldrei boðist, en margur misjafn túr. Á lestamannaleiðum lækka fannir óðum, brenna bjarta tinda bjarmar sólarlags. Þögn í grjóti geymir gömul spor, hvar mundir hófu klef til klaks. Fjallkirkja.
Helgasti staður hér á jörð er Háfjallakirkja sú, þar sem barnið týndi blómvöld fyrst í bernskunnar sólskinstrú. Og hvið blæinn stima mjúka. Það við heyrt þetta blæina áður, hann sé stima mjúkur. Þetta finnst mér vel sagt. Gleðin. Gegnum aldar þís gegnum aldar ís og þís ævinhnoða rennur. Öll vor gleði eins og blís sem upp í skyndi brennur. Og samvinna. Gott að styðji maður mann mjög til góðra verka, svo að móti samvinnan siðmenningu sterka. Og hann orti Vídalín. Hreinskilninnar hrjóstrú rödd, hristi blendnar sálir. Öll var þjóðin illa stödd, andans geislar strjálir. Margur kom á menntastað, meir til helgra tíða. Það var andlegt þreifabað á þennan klerk. Á malbiki köldu maðkur skreið. Mælti dapur á þessa leið. Löng er för til fyrirheitna landsins. Ótal vagnar þar óku hjá, enginn virtist markinn sjá. Hann marðist því í móðu og ríki sandsins. Og þá ætla ég að lesa eftir Sólveigu. Aftan á bókinni er ljóð eftir Sólveigu og heitir Til Jökuldals heiðarinnar. Öræfanna andar svífa yfir vötnunum. Hér liggja í laufguðum móunum. Alger friður, engin skuggi, ekki eru fjöllin breitt. Ég horfi upp í himininn og hugsa ekki neitt. Þetta er eftir Sólveigu og næst er Á ferð í Snæfell. Það er sólskinn og sunnangola og sandurinn heitur. Þýtur í gráviði og grasi, gullnum blæ slær á fjöllin. Vættir himnanna vaki vorum landsbörnum yfir, hinn skapandi mikli máttur í moldinni lifir. Kónguló á veiðum. Út í grænu grasi sat ég með gullna vorsins þrá. Það er svo margt og merkilegt í moldinni að sjá. Ánamaðkurinn í holu álpaðist beina leið, með ekkert höfuð og enga fætur, áfram samt hann skreið. Kónguló með langar lappir læddist að með ró, hún í annan endan náði, upp hún greiðin dró. Hófst nú rammur hildarleikur, hér var klónum beitt, ánamaðkur blár og belgur, björg sér gati veitt. Ránorms kjaftur, blakkur, beittur, belgans sundur sleit, höfuðlaus er hjálparvana, heims í matarleit. Svona fór fyrir ánamaðkinum. Og næst er óskin. Þráin að líða yfir lönd og höf er í ljóðum og þjóðsögum skráð. Vonin er fleyg en verður þó
veruleikanum háð. Leit að þeim fákum óra aldir var æskunnar hugðarmál, uns aldanna reynsla og óræð snilli blés anda í fluggamsins sál. Og síðast eru hér 2 vísur eftir Sólveigu. Hún orti Guðjón Gíslason, föður sinn, það kveðjuvísa til föður. Hann ganga hljóður fer, hvítur á vanga og lúinn, sér í fangi feigð hann ber, ferðin stranga búinn. Og þegar hún lítur tilbaka yfir farinn æviveg, þá yrkir hún: Lít ég yfir liðin ár, lotin kríf við tímans fætur, aðeins til að hífa sár inn við mínar hjartarætur. Og þá les ég eftir Arnheiði. Það er haust. Haustið breiðir bleikan fald, blöð og rósum deyja. Fyrir sólu sígur tjald, söngfuglarnir þegja. Lóan býst til brottferðar, bláa djúpið yfir. Hún er vön að vera þar sem vorblóm alltaf lifir. Og ég les svo hérna nokkrar lausavísur eftir Arnheiði, en hún var snillingur í gerð lausavísna. Blindri leit og langri þrá las ég harða kostinn. Liggur bak við lás og slá, ljóðadísin brostinn. Sumra logar biskupál, þótt brosi kvikja á vörum, er sem leynist eitrað stál undir hægum svörum. Stormur sveigir stráin bleik, steypist alda að sandi, nú er þráin vísin, veik á vona minna landi. Ævintýri og ástarþrá, enginn frá mér hrekur, meðan vona báran blá, brosið endurvekur. Daprast hugur, hryggist geð, harmsins örvar stinga, þegar leikur léttúð með lífsins einstæðinga. Gróði eins er annars tap, oft fer margt að veði, fyrir kráar kunningsskap, keypta og selda gleði. Og að lokum les ég svo eftir Hallveigu. Órar. Loftið tært og geislaglært, glóir skært á vogum. Undurvært er úthaf kært, ekki er bært á sogum. Sé ég fleið þar siglað ei, í sumar þey og angan, en þá þreyir ugga mei, ein við beygjutangan. Fuglar kvaka blítt með blak, boga taka stóra, lífsins raka, léttist tak, líður vaka óra. Kveld 1934. Eldrautt í norðrinu himinsins haf, það hillar mann oft á kvöldum, er svanurinn kvakar, sólkveðjulag og syngjandi þrösturinn yrkir brag. Sólroðinn glampar og sindrar í kaf, silfurtær vötnin með smá kviku öldum. Hjaltastaði Þinghá. Okkar gjöfula sveit er gróðri vafin öll, með
með glófögur vötnin og hinn tignarleg fjöll. Fljótin tvö straumþung falla hafsins til, fuglasöngur orkar sterkt í suðmaryl. Hraunabrekkan, Hjálpartjörn með hríslur, tanga og skörð, Dyrfjöllin og Beinageitin halda hér vörð. Stefán. Í gleðisalnum glöggt ég fann gátuna stóru lista, hitti ég aftur hóværan mann sem hægt var að elska og treysta. Þið hefur heyrt hérna að Hallveig var mikill rímsnillingur, en hún brá því fyrir sig á síðari árum að yrkja óbundin ljóð. Og þau ekki síst í síðustu bókina hennar, en hún gaf út 3 ljóðabækur. Og Einar gaf líka út ljóðabók, Skýjarof. En hérna kemur óbundin ljóð að lokum eftir Hallveigu. Aprílgafl. Aprílmorgun, snjófiðrildi á flögri til jarðar í hringrás síbreytileikans. Fjöll í snjókápu, í biðstöðu eftir sól og vatni. Og þjóðin hleypur apríl. Takk ykkur fyrir. Takk fyrir Magnús. Við hefum eina bók hér eftir sem verður lesið úr og það er 3. bókin sem Félag ljóðahöfunda gefur út í ár. Og eru þýðingar Björns Ingvarssonar á ljóðum Inúíta sem mannfræðingurinn Knut Rasmussen safnaði á ferðum sínum í frumbyggja byggðum í Kanada og Grænlandi í upphafi síðustu aldar, en Björn segir okkur frekar frá því. Björn, gjörðu svo vel. Komið sæl. Já, ég þýddi hérna ljóð Inúíta. Þetta er allt saman efni sem er samið fyrir meira en 100 árum og eins og framkom safnað af Knuti Rasmussen bæði í Kanada og á Grænlandi. Þessi ljóð eru gerð áður en að Inúítar fengu ritmál og þau eru öll samin við lag sem höfundarnir sömdu leið og þau sömdu textan og verður náttúrulega að geyma þetta allt í minni. Og rím þekktist ekki hjá þeim en það var ákveðinn taktur sem það var að hafa því að þetta var flutt með sungið og lekið undir á trommu og gjarnan var kór með, en það eru 58 ljóð í bókinni og mjög mismunandi gerð, enda eftir meira en 30 höfunda og þetta er flokkað í 4 kafla. Það er svona sem eru kallað tækifærisvísur og veiði, kvæði, nýrkvæði og síðan bænir og galdraþulur og svo í lok bókarinnar er eftirmáli sem Knútur skrifaði. En hann gaf þessa bók út 1930 og ég ætla í þessa 1 ljóð úr hverjum flokki
og aðeins grípa niður í eftirmálan. Það er hér eitt sem heitir hreyfing og er söngur sem alltaf kom særingakonunni Úvanúk í leiðslu. Hið mikla haf kemur mér á hreyfingu. Hið mikla haf kemur mér á rek. Það vaggar mér líkt og áin bylgjar sefið. Hvolf himnanna koma mér á hreyfingu. Hið máttuga veður blæsi gegnum huga minn. Það hrífur mig með sér svo ég skelfi af gleði. Og þetta er kona sem semur þetta sem hét Úvanúk. Hér kemur svo kvæði sem er flokkað sem veiðikvæði, en þess að geta að flest öll þessi kvæði fjalla meira eða minna veiðar, þó þau séu ekki flokkuð sem slík. Og þetta heitir Hreindýr. Ég kom skríðandi hljóðlaust yfir móinn, með boga og ör milli tanna. Mýrin var breið og vatnið ískalt og það var ekkert skjól að sjá. Ofurhægt fann ég mér leið, rennvotur en óséður í skotfæri. Hreindýrin bitu. Óttalaust tíndu þau safar í glauf, uns ör mín stóð titrandi djúpt í bringu tarfsins. Þá sló óttinn innfæddu sléttu búana. Hópurinn rann saman í flýti og hvarf á spretti yfir ávala hæð. Hann hét Áa, sá sem orti þetta. Svo er hérna eitt kvæði í flokknum nývísur og ég valdi nú það sem er nú svona langstyðst. Margar af þessum nývísum eru margra blaðsíðna bálkar. En þetta var sem sagt þeirra aðferð að kljá út ef var misklíð milli manna að þá var mönnum stefnt í söngat og þar voru sem sagt málin útkljáð, menn sem sagt ortu nývísu andstæðinginn og hann hafði svo tækifæri til að svara á móti. Þetta var þeirra leið til að útkljá deilumál. Hér er eitt sem heitir Konurán og það er sem sagt klímje sem er að níða ekkorok og hljóða þannig. Leyfi mér að kljúfa orð, lítil hvöss orð, eins og brenni sem ég spæni með öxi. Söngur úr fortíð, andadráttur forfeðra, söngur sem deyfir söknuðinn eftir konu minni. Kjaftfor raumungur hefur rænt henni og reynt að lítillækka hana. Útlendingur sem elskar mannakjöt, mannæta úr hungurtíð. Ekkor svarar. Ósvífni sem veldur undrun, skaði og skamm. Níðvísa sem kemur sökin á mig. Þú vilt gera mig lífhræddan, en ég er óhræddur við að verða drepinn. Hæ, þú syngur mína konu, sem einu sinni var þín. Þá varst þú ekki svo elskulegur meðan hún var ein. Gleymdir þú að lofa hana í söngum, í eggjandi attsöngum. Nú er hún mín
og ekki mun hún heimsækja falska, elskuga, fagurt syngjandi, kvennabósa í ókunnugu tjaldi. Þessi vísa frá Angmarsel-héraði Austgrænlandi, ekki þekktur höfundur. Svo ætla ég að lesa hérna smá kafla úr eftirmálanum. Það sem að Knút að vísa upplifun sinni á sönghátíð sem var haldin, já, mér sýnist nú á að þetta hafi verið við Sermýlikfjörðinn sem suðvestan við Angmarsel-beygju, og hann var þá sérstætt í leiðangri þarna á Austurströndinni, og það maður þarna í þessu þorpi eða byggð sem nú ekki nefnd með nafni, sem að hefur boðið til sönghátíðar. Það var sem sagt ekki söngat, ekki níð, heldur bara sönghátíð, þeir héldu það líka. Og þetta heill bátsfarmur af glöðu fólki sem hafði þegið boð okkar byggðarlags sönghátíð. Við höfum beðið óþolinmóð allan daginn. Oft höfðum við farið til fjalls og horft yfir sléttan fjörðinn þar sem hann, og rétt þegar stóra rauða kvöldstjarnan stóð flöktandi eins og himnabliss yfir fjöllunum, heyrðum við fyrstu hrópin utan frá hafinu og við stóðum kyrr á strandinni og hlustuðum. Við sáum ekkert, en úti á firðinum heyrðum við sönginn berast upp móti strandfjöllunum, og löngu áður en við sáum glitta í maurildið frá árunum vorum við færð inn í bylgjuna sem kom á móti okkur eins og þýða. Þetta voru lífsglaðar eldri konur sem komu syngjandi í kór, og inn á milli þeirra slitnu raddar sem fluttu kvæðið blandaðist ein og ein djúp kallmarsrönd frá kajakonum sem á undan komu. Það voru aðalega eldri konur og karlar sem voru komin, en þau voru tvöfalt velkomin. Og stóra samkomuhúsið stóð hlýtt og upplýst til að taka á móti öllum. Við vorum fast að 100 sálir samankomnar. Konurnar urðu að afklæðast til að komast fyrir á höfuðbekknum, en karlar afsakaði að hús hans væri minna en gestrisni hans, en hann hafði boðið svo mörgum vegna þess að hann vildi sýna okkur ókunnugum austurgrænlenska sönghátíð. En fyrst skildum við matast. Forðagröf hafði verið opnuð fyrr daginn, nú voru nokkrir ungir menn sendir út, og stuttu síðar var fanglínu kastað inn gang hússins. Þeir sem næstir voru tóku til við að draga inn línuna, og fljótlega birtist blöðruselur, heill og óskorinn í húð og hárum inn á gólfið. Framleiðslan á þessum 300 kíló skrokk var eins formlaus og verkunnin. Spiki og kjöti var útdeilt til gestanna þar til ekkert var eftir, og það sem ekki var étið á staðnum máttu maður taka með sér heim. Menn átu án græðgi, það var nóg kjöt. Og undir skemmtilegum samræðum var þetta allt eins og ósvikin átveisla, en svo yfirþyrmandi tilfinning lá þó í loftinu að þetta var aðeins innleiðing. Leið og máltíðinni lauk stökk gestgjafinn út á gólfið og fór hann á þann stað sem ætlaði var fyrir forsöngvarann. Hann hafði særingatrommuna í höndunum og stóð andspænis gestunum. Byrjaði hann hægt undir trommusletti að vinda líkamann í dans, og meðan hann innleiddi kvöldið með hátíðlegum söng án annarra orða en avaja, avaja, tók skyndilega kór undir. Já, hér sem sagt lýkur hann þessari lýsingu og bætir inn í kafla
hvernig þessi söng hefðir upprunnin. En svo heldur hann áfram, leið og fyrsti söngur var sunginn til enda, greip annar trommuna og hóf dans. Það var gamli Gil Mér, sá elsti í flokknum, maður frá þeim tíma þegar allir voru hefnir. Hann hafði sítt grásprengt hár og það flaksaðist vilt andlitið þegar hann byrjaði að dansa. Hann söng nýðsöng frá uppvexti sínum þegar deilur voru útkljáðar með söng og hann sló trommuna með slíkum fítons krafti og söng níð konuránið sem að framan lýst. Maður nokkur stillti sér upp fyrir framan hann og lék andstæðing og hann sveif í kringum hann eins og örn bráð sína, gerði atlögu án viðvörunar og sló til hans með hvíslandi og fnæsandi nasahljóðum. Hjó að höfði hans með ennishöggi á meðan hann sló trommuna sína og skrækti fram orðunum. Í gamla daga var skallaþjálfun fyrir nýðsöng engin leikur, menn bundu hauskúpu af sel við stóð í húsinu og æfðu enni sitt og augnabrúnir á henni. Og oft var brotið nefbein inngangurinn að vináttu sem fékk síðan eldskírn í einvíginu. Takk ykkur fyrir. Takk að þið fyrir, Björn. Það er ykkur einsýn í þetta. Ég vil hér í lokin bara rétt nefna nokkrar fleiri bækur. Það voru náttúrulega fleiri bækur sem voru með í lestinni og höfundar sem hafa verið að lesa úr þeim. Þar kannski fyrst að nefna Unni Sveinsdóttur sem er Stöðfirðingur að ættu og uppruna. Hún gaf árið 2015 út ásamt Högna Páli Harðarsyni athyglisverða bók ferðalag á mótorhjólum frá Fáskrúðsfirði til Mongólíu. Heitir Vegabréf, Ísakort og lyklar að hjólinu og nú er hún hins vegar á allt öðrum slóðum og með bókum 12 ára strák sem lendir í ýmiss konar hættum og bókin heitir Skotti og sáttmálinn og er gefin út af Allsherjar EHF. Hann hefur náttúrulega búið hér á Austurlandi síðan hann flutti heim frá Danmörku upp úr aldamótum og hefur árabil getið sér gott orð fyrir bækur sínar, kvikmyndir, leikrit. Og að þessu sinni er það söguleg skáldsama sem hann færir lesendum. Saga sem byggist á sönnum atburðum tengjast síðustu aftökunni á Austurlandi sem var 1786. Og skáldsagan kallast Morðið í Naphorni og kemur út hjá forlagi höfundar Frjálsu orði EHF. Á Vopnafirði þar var lesið úr bók sem heitir Bustarfell, saga jarðar og ættar. Sem er stórmerkileg bók sem minjasafnið á Bustafelli gaf út í ár og ritstjóri bókarinnar og höfundur hluta efnis Finnur Ágúst Ingimundarson sem var sendur 9 ára gamall í sveit í Bustafell og vann síðan á minjasafninu á sumrin. Og í bókinu meðal annars birt 2 handrit sem ekki hafa komið á prenti áður. Og annars vegar það handrit séra Einars Jónssonar Bustafells-ættina og hins vegar skrifuð Metúsalemssonar búskaparhætti, húsakost og hvernig safnið var til. Fleiri bækur sem mætti nefna, Steinunn Ásmundsdóttir auðvitað ein þeirra austfirsku höfunda sem er með bók þetta árið. Hún frá Egilsstöðum og hún búi ekki hérna fyrir austan lengur. Hún sett frá sér 6 ljóðabækur, auk sannsögunar Manneskjusaga sem kom út árið 2018. Nú sendur hún frá sér skáldsögu sem heitir Ástarsaga og gerist árið 1986 kringum fund þeirra Reagans og Gorbatsjov í Höfða og forlag höfundar Yrkir gefur út. Það hægt að nálgast þá bók rafrænt hjá Steinunni undir heimasíðunni yrkir.is meðal annars. Anna María Bogadóttir arkitekt og menningafræðingur sem ólst upp á Eskifirði og hún sendir frá sér athyglisverða bók sem Angústúra gefur út. Bókin heitir Jarðsetning, fjallar niðurrif iðnaðarbankahússins við Lækjargötu og í bókinni þá fléttar hún saman frásögn af lífi og dauða byggingar við sögu hugmynda og sína eigin sögu.
Guðrún Frímannsdóttir sem við svona teljum okkur aðeins eiga í að því hún stýrði hérna nokkrar ára skeið félagsþjónustu hér á Egilsstöðum. Hún hefur vakið mikla athygli í haust fyrir bókina Elspa, saga konu, kynnti bókina reyndar á viðburði hér á Skriðuklaustri í október og sagði frá tilveru hennar, en bókin þykir draga upp raunsanna mynd arf félagslegra aðstæðna og áfalla milli kynslóða. Bókaútgáfan Sögur gefur hana út. Anna Ingólfsdóttir, hún bjó líka lengi á Egilsstöðum og rak auglýsingastofu ásamt manni sínum Árna Margeirssyni sem að lést aðeins 39 ára gamall. Hún hefur nú skrifað bókina Makamissir í samstarfi við Guðfinnu Eydal og í bókinni veita þeir innsýn í það sem gerist í lífi einstaklings þegar maki hans deyr og Háskólaútgáfan gefur þá bók út. Svo viljum við Austfirðingar, við viljum alltaf eiga smá hluti gefið í Elíassyni sem að getur talist eitt af höfuðskáldum þjóðarinnar, viljum við meina. Hann ólst auðvitað hluti upp hjá afa sínum og Borgarfirði eystra og sækir sögusvið sitt oftar en ekki á þær æskustöðvar. Og Gyrðir sendir í áfrá sér 2 binda verk af smáprósum, Þöglumyndirnar og Pensilskrift kallast þær. Dimma gefur út. Og ef við seilum svo langt að eigna okkur Gyrði þá getum við líka alveg átt smá hlut í Degi Hjartarsyni sem fæddist á Fáskrúðsfirði og hann hafa nú kannski nær allt sitt líf búið í Reykjavík, en Dagur er þekktur og verðlaunaður höfundur fyrir ljóð sín en skrifa líka skáldsögur og í ár er það vísindaskáldsagan Ljósagangur sem kemur út hjá Forlaginu. Þannig að eflaust eru einhverjir fleiri höfundar sem við getum alveg eignað okkur smá hlut í eða þá höfundar sem eru bara enn að bíða eftir að bókin komi úr prentsmiðinu og maður er bara ekki búinn að heyra af því sem að kemur nú oftar en ekki upp þegar að rithöfundalestin er garð gengin. En þannig að þið sjáu það er af nógu að taka fyrir jólapakkana þetta árið af Austfirskri eða útgáfu og bóku sem að tengjast Austurlandi með einhverjum hætti. En þetta er búin að vera góð stund hér í dag og ég vil bara að við klöppum fyrir höfundunum sem eru búin að það er kaffi hlaðborð niðri hjá Elísabetu, þið sem að heima sitji, þið verður bara að fara í eldhúsið og fá okkur kaffibólla. En þakkir öll og við sjáumst bara vonandi að ári í næstu rithöfundalest.